Já, velkomin á Samstöðuna. Klukkan 7 og þá verða sagðar fréttir hér. Hjá mér Sigurjón Magnús og María Lilja. Hérna, ef ekki bara byrja á Gaza. Jú. Það hérna frétt af RÚV. Hjálparsamtök vara við fjöldasvelti á Gaza. Já, það búið að gera það með einhvern tíma og svo erum við að sjá það raungerast núna dag eftir dag. Já, það er langt síðan þessu var spáð, þetta myndi fara svona og breyttu og nú er þetta bara raungerast því miður. Já, það eru enginn gerði neitt. 10 manns svona meðaltali sem að bara svelta í hel á dag og núna lítur að koma svona stigmögnun. Og nú hlýtur einmitt, og eins og segir, nú hlýtur að koma stigmögnun, að það er ef að fólk er ekki myrt í matarröðinni, þá deyr það úr hungri. Það forstjóri WHO hérna í næstu frétt sem á Morgunblaðinu, hungursneyðin af mannavöldum, sem náttúrulega ætti ekki að koma neinum á óvart. Nei. Þetta og við samþykir svo margra í heiminum. Sko. Þetta eina af stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Við höfum verið svona benda á ýmislegt, þú veist, þetta það frétt að forstjóri WHO gerir svona, þetta eina, ef við höfum trú að við alþjóða stofnanina virki ennþá. Við nefndum í vikunni kóngin í Belgíu og svona merki og ég er með forsíðu af Daily Express sem þetta verður að stoppa þetta núna. Einmitt. Og Daily Express svona frekar hægri sinnað blað, þetta er ekki með stæðstu blöðunum í Bretlandi, en þetta svona hægri, þetta er ekki kommunistasnepill, alveg langt í frá. Og það byrjað að koma, og núna eru þingmenn, fleiri þingmenn verkamannaflokksins að reyna að þrýsta á Keir Starmer að viðurkenna Palestínu. Já. Eitthvað sem hann hefur nú verið frekar tregur til. Ég veit ekki, haldið hann eftir að fallast á þetta? Já, ef hann neittur til þess. Já. Eða hendar honum. Eða hendar honum, einmitt. Ég held að það sé einmitt. Það er hugur á baku það. Akkurat. Það bara hendar honum. Já, hann gerir það ekki nema hann bara neyðist til þess. En það svona eins og þessi forsíða og svona ýmismerki þess að stíflan gæti verið að bresta og við verðum kannski að hafa svona eitthvað trú því. En það verður kannski of seint og það kannski það sem það eru öll þessi mannslífi í valnum einhvern veginn. Það bjargar ekki þeim sem að dóu í dag og bjargar ekki þeim sem að munu deyja á morgun. Einmitt. Hérna frétt frá Morgunblaðinu, þeir eru að vitna í forseta Ísrael sem að fóru á Gaza og sagðist ekki sjá annað en að allt sem að það væri gert var í takt við alþjóðalög. Einmitt. Þetta náttúrulega, ég veit, það ekki hægt að læra þessu, sko. Nei. Það ekki annað hægt en að læra þessu. Nei, manninum, sko. Það algjörlega skjön við allt sem við mötum eðlilegt, sko. Já, ég meina, en þetta hafa þær alltaf gert, þeir eru náttúrulega bara að afneita og þykjast ekkert einhvern veginn kannast við þá hryllilegu stríðsglæpi sem verið er að fremja og það heldur bara einhvern veginn áfram en það sem breytt núna einmitt þetta að það eru svona fleiri farnir að tjá sig og opna augun fyrir því sem raunverulega í gangi og fyrir vikið verður þetta einmitt svolítið svona, ekki beint kannski hlægilegt en svolítið kjánalegt að fylgjast með fjölmiðlum hreinlega að apa þetta upp. Já, hann spurði hvað tilkast hefur verið að virta þetta eins og svona allt í lagi. En þú ert að tala þetta til dæmis að því nefndi þingmennina í verkamannaflokknum. Það kannski fyrir jól að þá var ekki einn sem að gæti staðið upp og talað gegn aðgerðum Ísrael. Þannig hefði orðið fyrir bara aðkasti í bresku samfélagi. En núna fyrir einhverjum 2 vikur og 50, ég man ekki hvað orðið margir núna sem eru að krefjast þess. Þannig að Já, þetta að snúast. Það er eitthvað svoleiðis að gerast. Ég meina þannig gerðist það í afstöðu Bandaríkjamanna til Víetnamstríðsins og fleira. Þetta verður svona snýst. En hérna heima eru aðalfréttirnar af þessu máli það komið nafn á mannin sem að skvetti málingu á ljósmyndara Morgunblaðsins, það skvettarinn og ljósmyndarinn ætlar að kæra skvettarann, segir hér í frétt af Vísi. Já. En skvettarinn segir að þetta sé bara það verið brandari. Já. Ég ekki að segja það sé endilega í lagi að skvetta málingu og fólk sem að manni mislíkar. Eða, sko, en þetta er ekki ofbeldi.
það sem ég veit ekki hvað hann ætlar að fá út úr þessari kæru, þessi ljósmyndari, annað en ég veit ekki, ég hugsa vinnustæðurinn hans, Morgunblaðið sé nú örugglega tryggður fyrir svona skemmdum og úlpum ef það er málið, sko. Þannig að hérna, mann finnst óhugnilegt hvernig, sko, hér svona kristallalt svona ákveð valdamisræmi. Við sjáum hérna flóttamaður frá Palestínu sem hefur ykkur svona mjög sterk viðbröð, sorgarviðbröð við því sem að eiga sér stað. Það sem hefur verið að drepa Það sem hefur verið að drepa fólkið hans. Ég meina, hann á ættingja á svæðinu, hann á fólk sem hefur verið drepið og hann er þarna komin, honum þykir að Morgunblaðið, þykir sem svo að Morgunblaðið hafi kannski dregið taum Ísrael í umfjöllun sinni og sýnir þannig einhver ákveðin viðbröð og vanþóknuningar þessa ljósmyndara sem þó ekki ábyrgu fyrir ritstjórnarstefnunni en hann þannig sem þeirra fulltrúi, skvettir á hann einhverju svona leikskólamálingu, vassleysanlegri akrílmálingu sem var sko vassblönduð og ég lista konan sem mætti með þetta á svæðið, hún er búin að stíga fram og segja frá því þannig að þetta er ekkert voðalega alvarlegt, þetta er leiðilegt en þetta er ekki ofbeldi og svo einmitt eins og við erum að tala valdamisræmið í þessu, þá þetta hérna, allt í einu allir fjölmiðlar farnir að snúast ekki þjóðmorð á Gaza, ekki ástæðan fyrir því að fólk var hérna saman komið á mótmæla, heldur að einhver hvítur kall af mokkanum fekk málningu og úlpuna sína. Og það allt í einu orðið aðalmálið og alveg orðið til þess að þingmenn og áhrifafólk í samfélaginu fyrir að kalla eftir því að maðurinn sem skvetti, hann verði sendur í þjóðamorðið. Þetta er einhver svona... Það er hérna næsta frétt, það er að Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann hérna vill að hægt verða að vísa Assar úr landi. Einmitt. Það er náttúrulega var frumvarp, ég veit ekki alveg hvort það það að geta þessu sem að strandaði eitthvað staðar. Jú, það er ekki betur en að bara í allir þingmenn verið sammála því að það ætti að búa þannig hnútana að ef að hælisleitandi brýtur líklega alvarlega af sér. Það var alveg örugglega þannig. Ég held að menn hafi haft í huga sko líkamsárás, nauðgun, morð, ekki slettun á málingu. Nei. En menn stökk á þetta og það er náttúrulega einhver leyti þetta bara stuðningsmenn Ísrael sem að nýta þetta tækifæri. Auðvitað gera þér það. En ef að svo er þá ekki blaðamannafélagið að láta asna sig í þetta? Sko, blaðamannafélagið var ekki lengi að senda frá sér fordæmingu á þessari málingaslettu. Bara mætir hérna lúðbeint úr sumafríi til þess að hérna lýsa yfir einhverjum sko hérna, já bara viðbjóði með hérna þennan gjörningu og hérna tala hversu alvarlegt að aðföra málfrelsinu og ég veit ekki hvað og hvað. Ég veit ekki betur en að það hafi tekið blaðamannafélagið 1,5 ár að senda frá sér álíka fordæmingu yfir þeim 300 blaðamönnum sem hafa verið markvisst drepnir á Gaza. Þannig að þetta alveg svona, það svo mikil skekkja í þessu. Þetta blaðamannafélagið mætti standa fyrir svona einhverju könnun og svipað og þið kannist við það sem var gert á BBC, það sem hafa farið bara yfir alla fréttir og þá kemur í ljós að sko, það bara hallar svo mikið fréttaflutningurinn af Gaza að það er ekki fyndið sko. Já, það væri bara mjög gaman að sjá það. Ísraelsmenn getur bara haldið þessu fréttum úti sko. Og það er gagnrýni sem búin að vera linnulaust á RÚV sem að mér reyndar svona, ég hef ekki gert þessar rannsókn, en mér finnst þess að RÚV sé að leita leið út. Það finnst svona aðeins breyttu tónn hjá þeim. Það er, en það... Já, en það mér, sko, sem að mér finnst svona sem blaðamanni, að þá sögðu að sko hann hafi ráðist á, en það er ekki þannig. Hann réðist aldrei á hann. Hann sletti bara á hann. Já, hann skvetti bara á hann. En það er... ég er ekki að mæði bóta að skvetta málningu á næsta mann, en... Þetta er pirrandi, ég skil það alveg, en þetta er ekkert ofbeldi og ég held líka að allt tala þetta sé ofbeldi er svo mikil gengsfelling á því hvað er raunverulegt ofbeldi. Ég var oft ritstjóri í Kanada og ég sagði oft við blaðamenn sem voru að barma sér undan viðbröðum almennings. Ég sagði bara að þetta bara fylgir starfinu sko. Við erum í mjög freku starfi. Við komum inn í líf fólks og eitthvað svona og fólk getur brugðist við því sem við erum að gera með alls konar hættu. Við verðum bara það var svolítið háan þröskuld á því sko. Við megum ekki, og þá er ekki að tala um eitthvað svona tilfinningasemi, það bara hluti af starfinu til dæmis ef þú ert að fjalla þessi mótmæli eða ástandi á Gaza,
þá ertu að fjalla mál sem að vekja mikla tilfinningar og þú eru bara að sætta þig við það og þá áðu ykkur að guðsur. En það eru annað. Ykkur ára síðan, þá var ljósmyndarinn í Héraðsdómi sem að var eitthvað, tekið í myndavélina hans eða eitthvað gert, ég man ekki hvað það var. Og hann fór og kærði afbrotamannin hann sem var að færa fyrir dómara. Sem hann vildi ekki láta mynda sig. Já. Sem sólít afstæða. Já, einmitt. Og segja alltaf, við getum ekki verið að kæra út af þessu. Við erum að frekjast inn í líf fólks, Já, stundum alveg þvert gegn vilja. En í þessu felst ekki samþykja á því að blaðamönnum séu hreint, Nei. En ef það gerist þá ertu ekki alveg í sömu stöðu. Nei, og þetta einmitt og það er líka einmitt að gera sjálfa sig einhvern veginn að miðjunni í þessum alþjóðlega harmleik er svo afsakið karllægt og entitled og ömurlegt að ég bara búin að eiga mjög erfiðan dag með þessum fréttum. Varstu þegar Albert Guðmundsson kýldi Einar Það var það síðan minna. Nei, hann var ekki hann var á Hótel Borg. En það að því við vorum að tala um einmitt blaðamannafélagið sem að sendi frá sér eða fordæmingu þannig í gær bara á með það samme þá annað sem að blaðamannafélagið hefur ekki fordæmt og það dreifing falsfrétta en hann Stefán Einar var uppvísa því að dreifa bara legasögu afmarkaðan hóp fólks meðal annars palestínufólk á fæðingadeildinni fyrsta skipti sem hann gerir það. Og ekki fyrsta skipti sem hann gerir þetta. Þetta hefur, og ég sá að Ardís Anna, lögfræðingur, hún sagði í einhverjum Facebook svona samtali undir færslu hjá Helguvölu að hún hefði margoft sendt ábendingar falsfréttir á Morgunblaðið þar sem ekki var verið að fara rétt með svona viðkvæm mál og hún hefði aldrei fengið neins svör. Það voru nú einhverja fréttir þetta mál Einar Stefáns í dag, ég veit ekki hvort ég hafi tekið til fyrirsögn á því. Nei, við tölum aðeins það í gær. Við tölum það í gær og það var einhverju fjölmiðlar höfðu sátt samband við starfsfólk og fæðingardeildir sem kannast ekkert við fréttina eða það sem hann segir í einhverju podcasti. Mér finnst kostulegt viðbröð hans í dag sem að sagði þetta nú alveg típisk viðbröð, ég reikna nú alveg með þessu. Og það kemur svona höfnun á þessu. Það er málið. Hann plantar þessu út og verð það bara svona þarf og getur og þá situr þau eftir, kannski yfir í skildi Íslands eða eitthvað. En ef ég myndi segja við þig að þú hefðir brotist eitthvað staðar inn og þú kemur fram og segir ég breyst ekkert inn, þá myndi ég segja alveg reikna ég með þessu viðbröðum auðvitað mun að neita því að hafa brotist inn þannig að ég bara hugsa hvað en Smári, ég hef ekki brotist inn Herðu, en varum talandi mótmæli að þá Ódi, hann heitir þetta hann breytti nafninu sinu og hann heitir Ódi Friðriksson hann var að tapa máli hvað Samherja í London það sem að Samherji kaus að stefnunum í London vegna þess að það hægt að fá gríðarlegar fjársektir reyndar var eitthvað tilboð frá Samherja að þeir ætla ekki alveg að rústa honum fyrir ekki endanlega ekki hengja hann upp bara á eyrunum talaðu málfrelsi þetta listnemi í Bergen og þar bara í námi hann hefur þurft að standa í þessu og þeir muni út af hverju það var hann baðst afsökunar fyrir hönd Samherja út af námi það var alveg frábær listrænt gjörningur en þarna kemur náttúrulega svona eins og þú varst að tala aðstöðumunurinn náttúrulega gríðarlegur Samherja á held ég 170 milljarða samsteypan og Þorsteinn Már svo ríkur að mér sagt hann sé með einkakokk sem hann hringir í og segir það að koma fólk í mat og þá kemur hann og elda fyrir hann og fer með hann til ef hann fer til útlanda og þetta er maður sem lifir einhverju lífi sem við getum ekki ímynda okkur hvernig það er orðið svona svipaður munur á lífistandard Þorsteins Már og var á Tórsórunum svona 1925-67 þar sem er eiginlega álíka munur á yfirstéttinu og er í Angóla sem þetta er bara stjarnfræðilegt en hann er eitthvað ósáttur við hennan listnema og dregur hann í gegnum breska dómskýrið af því að það er eiginlega versta dómskýrið að fara í gegnum. Herðu, við vorum að kvarta yfir því í gær
að ríkisstjórnin og sérstaklega dómsmálaráðherra myndi ekki stíga fram og adressa einhvern veginn þennan brúnstaka hóp sem mættur á götur Reykjavíkur. Hún gerði það núna bara í morgun. Já, lengi von og einni. Áhyggjuefni að hægri öfgahópur birtist hérlendis. Já, hún talar hún bætir nú svo sem einhver við þetta, hún segir fordóma hafa aukist í samfélaginu þessari frétt á mokkanum. Finnst þér hún að gera eitthvað vegna þess að billa þess að stjórnmálafólk gerir að koma fram og segja ég hef þungar áhyggjur af þessu, men ég hugsa sko, hvað hefur að gera við það? Mér alveg sama hótt að áhyggjur þessu. Bara hvað ætlar að gera? Þú vinnur við það. Þú vinnur ekki við sem eitthvað svona tilfinningalegri tjáninguðinni. Þú ætlar að segja, þú veist hvað ætlar að gera. Þú veist. Einmitt. Og segja nú það ekkert í Nei, ég meina hún ætlar ekki að gera neitt hún ætlar ekki að gera neitt henni finnst þetta bara áhyggjuefni því að þetta þekkist í löndunum í kringum okkur eitthvað svona þetta bara með þetta eins og svo margt annað. En þetta sem ég að segja, finnst ykkur ekki stjórnmálamenn einhvern veginn miskila hluturskrift ef þeir halda það að þeir eigi að vera að upplifa eitthvað og tjá okkur tilfinningar sínar. Við getum alveg séð það sjálf, við getum haft áhyggjur af þessu, ánað með þetta. Þau eru ráðin til þess að gera eitthvað. Bara hættið að segja okkur hvernig eitthvað líður. Þau eru ekki sko áhrifavaldar. Okkur líður illa út af þessu. Já. Öllum. En skildi Íslands, maður veit ekki hvað maður gera við þetta þarna, segir maður skildi Íslands, já. Þeir eru að loka Facebook-hópnum sinni, þannig að það er eitthvað svona, það komið með eitthvað óvart sko að þetta gerði ekki eins mikla lukku og leit út fyrst. Já. Einn er hættur í félaginu. Og hvað það margir eftir? Það slatti, það hefur voru 1200 manns komnir inn innan hóp. Já, ég held að fólki hafi nú verið boðið þangað svona. Sumir að forvitnast og svona, ég held að sé sama með þetta Ísland þvert á flokka. Ég myndi ekki panta 1200 peysur ef ég verið þeir. Nei. En já, þetta virðist hafa komið svolítið flatt upp á nokkra þeirra allavega, og einhverju sem að kannski, ég veit ekki, virðast kannski ekki alveg hafa átt að segja á því hvað þetta var sem að þeir voru hann allt í einu komnir í forsvar fyrir sko og þeir eru bara mennað meiri að hafa stigið til hliðar og ætla sér ekki að taka þátt í þessu. Og sumir eru náttúrulega að hafa ekki kosið að verði fjalla svona fortíð þeirra. Því það kemur bara fram, þú veist hverjir eru þetta og það kemur ljós að þetta eru náttúrulega eins og hlustuð á viðtalið sem að ég held að Bítið eða Síðdegis hafi tekið við hann Fjölni formann lögreglufélagsins. Það var alveg frábær, það var svo skemmtilegt viðtal. Það var nefnilega mjög skemmtilegt, ég var mjög hissa. Hæðni gagnvart þeim sko. Ef þeir verið að hjálpa lögreglunni þá getur náttúrulega komið bara upplýsingum úr undirheimanum til lögreglunnar sem að þeir ætti nú að þekkja vel. Ég sko, einmitt, ég nú ekkert voðalega hrifin af lögreglunni en hann var virkilega skemmtilegur í þessu viðtali og það var eitt sem að vakti athygli mína sem hann sagði og hann og hamraði á því að það hefur ekki orðið nein aukning í glæpum og það er eitthvað svona sem að við alltaf verið að segja okkur. Já, við erum oft að segja við fengið alls konar fólk til þess að koma hinga fram og segja það, en þá segir Einar Stefán og þessi það er verið að þakka þetta niður. Já, einmitt, eins og ljósmæðurnar og meira vendinni sem að þakka niður þessari upplýsingar sem hann er að bása núna í podcasti. Ég svona brandara daginn, það var að maður kom til himnaríkis og hitti þar bara Guð, almáttugan. Og Guð sagði við alltaf þegar eitthvað kemur þá svara ég einni spurningu og hvað liggur á þér? Þá sagði ég, hver drap Kennedy? Og þá sagði hann, það var Lee Harvey Oswald og hann var bara einn. Og þá sagði maðurinn, og rosalega næri þetta langt upp yfirhylmingin. Ef þú plantar því að segja yfirhylming, þá hefur eiginlega sko frelsi til þess að setja hvaða steypu sem er á... Sem er verið að gera hér. Já, leið og kemur fram og segja, glæpum hefur ekki fjölgað þá. Ég sagði það. Já, einmitt þetta sko. Og þannig að umræðan verður ónýtt sko. Já. Sem eins og við tókum dæmi af nútímanum og fleira þess sem bara þessi umræða grassirar. Það er ein úr prentinu í mokkanum og þegar maður að fara svona yfir vefina það er vandrað að gefa út blað og pappír sem að þú ert með fréttina frá því í gær. Þeir voru hann með umsóknindrið tilbaka sem eitthvað svona minnst þeir svona dæmi svona algjört svona sem kallað bara non-issue. Algjörlega. Því að málið var það að Gunnar Bragi sendir bréf
og segir að við myndum vilja að þið myndum skilgreina okkur ekki sem umsóknarríki. En Evrópusambandið segir, já, við skulum íhuga það, en við ætlum samt að gera það. Því að þú ræður því ekkert hvernig þeir líta á það. Nei. En svo segir Sigmundur Davíð að hann hafi afhent persónulega. En það var samþykkt af þinginu að sækja Þannig það verður þingi sem verður þá að draga þetta tilbaka sem aldrei var gert. Já, en ekki þeir félagarnir. Já, Herðu, hérna var svo lítið í íslensku fréttum að ég sótti hérna einn frétt hérna í New York Times. Það mikið fjallað það í Bandaríkjunum að við höfum talað hérna Epstein-málið sem er gríðarlega mikil umfjöllun í Bandaríkjunum og kannski ekkit mikið hér. Og ykkur leiti bara því að það er svo amerískt mál. En leikur Trump til þess að draga athygli frá því var að segja að það ætti að kæra Obama fyrir landráð. Og það liggur dauðarefsingu í landráði. Þannig hann er eiginlega að leggja til að það verið höfða mál gegn Obama. Og hann tekinn af lífi? Já, tekinn af lífi. Ef hann verið dæmdur fyrir landráð. Sem hann auðvitað verður ekki. En þetta er, Trump er hérna, þetta er svona taktikar, ég meina þetta gerir hann alltaf, hann svona hótar hlutum og hendir hlutum fram, einmitt til þess að búa til svona ákveðna upplýsingaóreiðu og hann gerir rosalega mikið af því, hann setur fram rosalega mörg mál, þannig að fjölmiðlar einhvern veginn hafa alltaf undan sko að sannreina og fá hérna álit og það bara einhvern veginn fer allt í klessu. Hann hefur lag á þessu. Hann hefur nefnilega lag á þessu. Þetta er bara samt, þetta er sko valdamesti maður í heiminum hefur okkur verið kent sko. En þetta, þess að þú ert að segja, María Lilja, var einn, ég man ekki hvaða blaðamaður það var, sem var að tala þarna 2016 þegar það var kjörinn. Þá sagði hann að við komum, búin að vera að tala það í ritstjórninni áður við fórum, sko, að nú verðum við að hafa hérna þetta aðalatrið á morgun og eitthvað svona. Svo sendi helvítið eitthvað á Twitter, það var Twitter til þá, klukkan 4 um nóttina. Og við eldum það. Þannig að það var, þú veist, þetta er náttúrulega einhver leiti val fjölmiðlanna líka að elda það. En ástæðan fyrir þeir elda það er að allir aðrir gera það. Þannig að þú ætlar einhvern veginn að reyna að halda haus og ekki fara að elda vitleysuna allan daginn, að þá situr þú bara einhvern veginn eftir. Þá er frétta umhverfið bara eldir allt sem þessi maður segir. Og þetta er náttúrulega, þetta er svona ákveðið vandi í fjölmiðlunum. Eigum við að elda bara það sem að fólk er að tala um? Já, sko, við þekkjum það alveg. Við hérna sem við verðum að skrifa fréttir að einhver stjórnmálamaður segir eitthvað sem er afgerandi, þó kannski það aldrei verði, sko, þá er það frétt. Þú veist ekki sama hver tala. Gæti verið bara hvern hann sagði það? Já, nei, þetta er svona... En vitið þið af hverju hann vil meina að Obama hafi gert sigur landráð? Þetta var eitthvað samráð við Rússa? Já, þetta var að hann hafi ýtt undir sögusagnir og falsfréttir það að Rússar hefðu haft áhrif á kosningarnar 2016. Og þannig að þær hafi ekki verið sko löglegar með því vill Trump og hans fólk halda fram. En það hefur nú komið fram að Obama talaði að sko kosningarnar hafi verið löglegar og efaðist aldrei niðurstöður. En þetta er það sem hann vill. En Trump sjálfur náttúrulega heldur í fram ennþá að kosningarnar 2020 hafi verið falsaðar. En er ekki bara smjörklippa? Jú, það myndi heita það. Við vorum hann með Obama svarar ásökununum, það var frétt af Vísi. Og hann er náttúrulega bara fullu vandlætingar sko. Hann er vanur ýmsu rugli sem kemur úr Hvíta húsinu en þetta eiginlega toppar allt saman. En talandi svona, þá var það Macron-hjónin, Emmanuel heitir hann og Birgitta heitir hún. Þau að stefna Candace Owens sem er svona eina af þessum fígurum í Bandaríkjunum sem svona sambland af kannski sem við erum að gera hér að fjallu fréttir dagsins. Hann er líka svona áhrifavaldur og ég verið að þetta er furðulegt fyrirbrigði sem er orðið til í Bandaríkjunum. Þar hafa verið fréttir af náttúrulega ítlutum á milli þeirra hjóna. En ein kenningin er svo að hún Birgitta hafi fæðst sem karl og hafi skipt kyn. Já, hún sé trans Emmanuel bara leikjabrúða hans fyrirverandi eða hennar núna, Birgittu. Svolítið ótrúlega saga. Og það verið að birta myndir þar sem að sýna að Birgitta sé með pung. Þetta sko talar alveg inn í Candace Owens er náttúrulega hún er svona alveg korter í teboð hægri manneskja í Bandaríkjunum svona fundamental evangelískur brjálaðingur en hún hefur verið mjög gagnrýnin á
Trump-stjórnina meðal annars og það hefur líka skapað henni svona ákveðna vinsældir svona á miðjuna og hún sem sagt mjög afdráttarlaus í afstöðu sinni með Palestínu til dæmis. Þannig að hún er mjög þekkt svona á svona global skala en hún er... Þannig þú til að trúir henni að Birgitta sé kall? Þú veist, hún er kona, Birgitta, og ég var Birgitta er transkona, þá er það bara ekkert stórmál heldur. Það sem ég segja bara þykist vera kona. Já, þetta er bara eitthvað vitleysa, sko. Þetta er ótrúlega hvað veður upp í fréttunum. Já. En ég sá í sjónvarpið þegar hún var að lemja hann. Já. Það gerist hjá hjónum. Já. Já, ég vil ekki allir tekið undir það, kannski. Það er mikið álag að vera gift. Jú. Forseta Frakklands. Já, og hvað þá vera að leina kyni sín á saman álag lítur að vera mjög mikið. Þau alltaf stefni, makrahjónin, alltaf stefninni. Já. Herðu, það er Íslandsvinnur, Paul Watson. Myndu þið segja að það var Íslandsvinnur? Það var alltaf í Kanada að fólk mátti bara að koma til Íslands og það var Íslandsvinnur. Paul Watson hefur ekki verið kallar Íslandsvinnur. Nei, óvinnur, sennilega. Íslands óvinnur. Sökti hvalbátunum og það er seint fyrir gefið. En nú eru Íslendingar almennt á móti hvalveiðum. Já. Það kann ekki þá að vera Íslandsvinnur. Jú, ég myndi segja að vera Íslandsvinnur. Já. En hann var þá var maður að mórallin annar út af þegi. Þá var það bara svona atvinnu mótmælendur og Sea Shepherd og Greenpeace og þetta. Ég veit ekki. Þær hafa nú verið hérna í viðtali það sem að hlekkju við sig. Já. Herðu, en hann sem sagt var á eftirlýstur af Interpol en það ekki lengur og Japanin eitthvað fúlu verið það. Herðu, það kom svo seint inn í íslenska miðla þetta með Alþjóðadómstólinn sem að segir að öll ríki verði að bregðast við loftslagsbreytingum og það ríki sem að verður fyrir þarf að þóla það, þannig ég tók það úr Le Monde sem kemur þá á skjáin. Þetta sem þannig að ríki sem að verður fyrir áhrifum loftslagsbreytinga getur stemt ríkjum sem ekki gerðu neitt til þess að fyrirbyggja það. Þannig að það eru þessi eyjar fyrst og fremst í Kyrrahafinu. Já, ég held að, ég meina að það séu ansi mörg svona í svona hnattræna suðrinu ríki þar sem að geti stemt Bandaríkjunum og Vesturlöndum, okkur. Við höfum ekkert gert. Það er nefnilega umælið, þannig að þetta er bara gleðilegt. Gleðilegt að okkur verið stemt. Já. Herðu, talandum svona ekki sambarlegt mál, það er frétt frá RÚV að tala við forstjóra Landsvirkjunar sem veit ekki hvað á að gera við orkuna, þetta er 58 megavött, þetta er ekki megavött, gigavött, sem eru sem ætti að fara í bakka og ekki notuð og það er ekki að þú getur ekki af því að þeir eru svona að láta í það skína gæti vel verið að þeir myndu opna áramótin. Þannig ef þú ert forstjóri Landsvirkjunar, hvað ætlar að gera við 58 gigavatt? Í nokkra mánuði. Vantar þig orku? Nei. Þú getur laðað síman. Nei, en það er á meðan þetta er stopp, þá erum við ekki að brenna kolum, þið vitið það. Þetta er náttúrulega kolabrensla. Já, þannig að við þurfum að borga minni skaðabætur út af loftslagsbreytingum. Sennilega. Herðu, það er engar fréttingar að vænta, það er engar væntingar, eða litla væntingar eftir samningsafund Úkraínumanna og Rússa í Tyrklandi. Við svo sem vissum það og við fjallaðum þetta oft áður. Það komu sérstakar fréttir, það er mótmæli út á götum út í Úkraínu. Og málið er það að ríkisstjórn Zelenski hefur svipt eftirlitsstofnanir sjálfstæði sínu eða fært, þetta eru stofnanir sem eiga að rannsaka spillingu og svo er svona spillingasaksóknari, þannig stofnanir, þetta eru sérstakur saksóknari og sem var eftir hrun, að það var rennt undir venjulega saksóknar og það er hluti af dómskerfinu, hluti af framkvæmdavaldi Zelenski. Og það voru ykkur 1.500 manns, eða 15.000 manns, sem hann ekki átt var, út af götu að mótmæla. Svo góðu Zelenski einræðistilburði. Já, við hefum ekki fengið fréttir af mótmæli þar áður, sko. Þetta er á fyrsta fréttin, kannski búið að vera önnur mótmæli, ég veit ekki þetta. Ég veit að hann hefur bannað, til dæmis, alls konar stjórnmálaflokka. Alla kommunistaflokkur, þetta sósistaflokkurinn í Íslandi væri bannaður í Úkraínu. Hann hefur bannað rússnesku réttrúnaðarkirkjuna og það er náttúrulega töluvert að fólki, rússum, rússneskum ættum. Já.
En þetta er náttúrulega búið að vera, þetta er svo galið, sko, þetta er búið að vera herlög þarna í svo langan tíma að, ég veit ekki, eitthvað svona, kannski er Vladimír Zelenský að ganga langt. Já, það er nú áhugaverð, það er talandi Íslandsvinni, það var Ursula von der Leyen, hún gerði athugasemd við þetta, hún græði skýringa frá Zelenský hvað í ósköpunum var eiga sér þannig stað. Íslandsvinurinn? Íslandsvinurinn. Það var, þetta myndi, eins og var sagt í einhverju fréttum hérna á Íslandi, að þetta myndi trufla umsóknina inngöngu í Evrópusambandið. Já. Herðu, hérna frétt fyrir þig, Sigurjón. Landsliðsþjálfarinn Þorsteinn, hann er verður líka bara áfram. Já, nú skipti yfir íþróttaþáttinn Bekkin. Já. Já. Þú ert ekki ánægður með þetta? Já, mér finnst það bara ekki alveg nógu gott ef hann verður ráðinn bara svona án frekar umræðin þetta. Því að liðið olli miklum ombröðum, það var búið að gera okkur vonur eitthvað allt annað. Og það er bara, heyrir orðið til undantekninga ef íslenska landsliðið, kvennalandsliðið, skora mörk. Og við vorum... Hann er ekki inn á vellinum til að skora. Hann er ekki inn á vellinum, hann er bara þjálfari. Já, hann þarf kannilega ekki hvernig leikir spila. En nei, mér finnst þetta að vera einhver umræðu þetta. Þetta eru vonbrigði, þetta er lið sem að var bara mjög vel metið og styrkleika listum, það er bara mjög hátt og mjög gott landslið, en svo er bara mikil breyting og þá þurfum við að ræða það, finnst ykkur það ekki? Jú, breytuna, sem að er þá væntanlega. Kalla aftur í Margréti Láru. Þá kemur fastu þáttur hérna hjá okkur sem við ættum að vera með eitthvað svona Trump-fréttir. Það er í New York Times að það eru að republikanar eru sem að breytum nafninu á óperuhúsinu inn í Kennedy Center sem er í Washington og skýra það eftir Melania Trump. Já. Er þetta ekki djók? Nei. Þeir eru svolítið í nafnabreytingunum þessu dagina. Það var eitthvað Redskins og svo er það... Já. Og Indians. Þetta er bara... Melania, finnst ykkur ekki bara þess virði að hún fái óperúrskýrt eftir því? Jú. Er það ekki lágmark? Já, það er það ekki lágmarkið mitt. Bara... Að vera með bláæða bólguna. Þú spyrir, er þetta bara grín? En hann er að kúa í alla háskóla til þess að reka stúdenta sem að til dæmis er að mótmæla þjóðarmorðinu á Gaza. Og Columbia háskóli í New York. Hann er bara óða önn að bara reka og til þess að þetta er nú alveg þau fá ekki peninga öðruvísi. Já, ég veit að hann er verið að taka frelsi af fólki í stóru stíl frelsi til að tjá sig þetta er bara þetta er bara og það er Bandaríkjunum bara fasístríki sem er að verða til. Já, það myndi ég segja. Þetta er að vera hryllingur Herðu, en það er annað frétt af Trump. Hann er að gera samninga, hann er að gera viðskiptasamninga í Japan, það er mikið látið með þetta. Já. En ég veit ekki, svo er talað að sé að verða til samningu við Evrópusambandið. Það sem að í staðin fyrir að, ég man ekki hvað var hann að hóta, 50%. En Íslendingar voru settir þarna í 10% og ég held að við höfum ekkert mótvælt í. En það er ekki ennþá komið samt. En þá var að tala með Evrópusambandið lendi svona í 15 og fái tolla eitthvað pínuti á móti, Ég veit ekki hvað árið þetta hefur. Nei. Kannski að skoða það, skoða þessi mál. Við höfum nú reynt að fjalla með þessi tollamál hérna. Já. En þetta er mikil björg fyrir Japan ef þetta verður. Vegna að þess að flytja mikið til Bandaríkjanna. Jú, en þú ert að tala þú hvernig Trump lætur, Það kemur svona, ég er bara að sitja á 100% toll. Og svo kemur það eru bara 10%. Þannig að ástand er eiginlega svipað og var bara áður. En hann bjóð til panikina. Þannig hann rettaði panikinni sem hann bjóð til sjálfur. Já. Þetta er nú ekki dýpra en það kannski. Kannski ekki. Það var viðskiptablaðið segir frá viðhorfskönnun í Danmörku. Að það er 20% Bandaríkjamenn, Dana eru með svona jákvætt viðhorf til Bandaríkjanna. Það var 48% í fyrra. 20 núna. Þannig að Grænland spilar þar inn í. Já, það lítur að vera. Trúlega. En það væri mjög áhugavert að sjá sambærilegkönnun hér. En samt við erum ekki hvað en almenni Dani tengir það svo mikið, Kannski var það ekkert svo... Taka af okkur Grænland?
Nei, þannig að svara svona spurningu, nei, ég veit það ekki. Jú, ég meina, hann hótaði þetta að fara bara í stríð við Danmörku, hann á tímabili og já. Þú segir örgulega svona sveiflu í Kanada og svona, það væri gaman að sjá til dæmis í Bretlandi. Það er sagt til dæmis að Nigel Farage, sem hefur nú alltaf mikla sig á því að vera mikill vinur Trump, hann minnist ekki á hann lengur. Nei, þannig að það er bara, Trump er svona eitur í svo mörgum löndum og það er kannski sem við ætlum líka að reyna að fjalla kannski ekkert að setna það hvort það verði kannski svona bakslag í hægri sveiflunni út af Trump frekar heldur en það nýti undir hana. Það er eiginlega frétt hérna næstu því úr þessu heimahúsi. Karl Héðinn segir af sér, hann er að segja af sér úr svona æskulýshópi inn í Sjálfstæðisflokknum. Ég veit ekki hvort að fólk, það er hann sendi frá sér yfirlýsingu að hann hefði sagt af sér úr stjórn ungra Pírata vegna, það var beðinn það, eða sagt að gera vegna þess að það komst upp að þegar hann var 22 ára þá hafði hann verið á æskulýsmóti og sængað hjá 15 ára stúlku. Já. Það kom reyndar ekki fram í yfirlýsingunni hans þá, hann hefði aldrei sagt þetta 15 ár. En hann sérst núna viku setna eða eitthvað, rúmri viku setna, að segja af sér. Já, ábyrgðarstöðu yfir þessu róða. Er það ekki bara gott mál? Það segir að þessi sem forseti, þannig dettur fólki þetta í hug, að róði eitthvað unglega reyngi í söðurunum, hafi það forseta. Herðu, við vorum að tala túrismann á Laugaveginum, nú það að koma á Þingvelli, heimildi var með fréttu það að fólk mjakast varla úr spórunum á Þingvellum, það eru 6-8 mann sem að fara þar. Hafið komið á Þingvelli í svona hásömari? Nei, menn þetta er ekki til hugar. Ég er ekki mikill aðdáandi ferðamanna. Ég hefur kannski komið hingað hér fram áður. Ég þolið þetta ekki. Ef ég fer eitthvað út á land, ef ég ferðast eitthvað út á land, þá reyni ég ég vil vera ein, ég vil vera í friði. Ísland er víðfeðmt land, þú getur farið bara ótal staði sem að engin annan langar að... Nei, ég reyndi að fara, ég var komin hann eitthvað lengst inn í eitthvað útnára vestur af Dýrafirði og það var samt var ég trufluð af einhverjum túristum sem að svona löbbuðu svæðið. Ég var allavega, ég var mjög pirruð að njóta þess ekki eins sem kannski það líka svona frekja og einn tætulment í mér. Já, það er það svo sem alveg, ég viðurkenni það alveg. Landið er ekki svona engaeign, við verðum að hluta því reyndar. Hvað heitir hann var að deyja núna ekkert svo gamall, norski höfundur sem skrifaði bækurnar Jelling sem að voru gerað bíómyndir úr hans. Hann var Íslandsvinur, það er svolítið sérsina maður. Hann kom hingað og féll alveg fyrir Íslandi út af þessu sem þú ert að segja. Það var bara að maður fekk að vera í friði og ferðast og verið einn og var bara... En hann hætti að koma hingað þegar ferðamennirnir fundu. Þannig hann hafði ekki komið til Íslands bara í mörg ár. Af því að Ísland sem að þú saknar er bara að geta líkjaði saman við eins og með Þingvelli í dag. Já. Eins og þegar maður var bara barn og svona fór á Þingvelli og þetta var bara allt. Við fórum eins og í túristaleik hjá konan og fórum meðal annars á Gullfoss og það var mjög margt inn. Svo komum við inn og ætlum að fá okkur kaffi og þá sagði fólki bara já, hvað viljið þið borða eitthvað? Og við bara, nei, við ætlum bara að fá okkur kaffi. Nei, ég vil ekki, þá heldum við værum, gætar, Við værum leysugumenn. Já. Að einhver Íslendingur að koma að sem ferðamaður. Það flækist þetta á þessu sveiði. En svo talaði ég líka... Þetta verður að hafa í bók sem við ættum að gefa út, hvernig er þetta að lifa á Íslandi á lágmarkslaunum. Það er að fara þarna og þykjast vera gæt. Já, fá sér húi og svona. Borða alltaf á Gullfossi og þykjast vera gæt. Já. Það var bara, þau upplifði þetta bara þannig. Herðu, síðasta fréttin er að það var könnun þéttingu byggðar sem að ég nægi ekki alveg, það er allir spurður þetta. En það kemur í ljós að fólki líst ekki á þéttingu byggðar og það held ég að sé eins og hefur komið fram með að það seljast ekki nýjar íbúðir sem eru oft á þéttingarittum af því það er bara skuggar í því og þar fram undir götunum. Og óttum það að þetta sé ekki nógu vel byggt. Það finnst mér nú vera stæðst í fréttapunkturinn. Það tengist ekki þessari könnun, það var það að fólkum hefur neikvætt í þéttingu byggðar. Já. Ég myndir samt vilja að segja, þétting byggðar snýst það að færa þjónustun í hverfin. Það er hugmyndin. En hér er einhvern veginn bara þjappað öllum húsunum. Þjónustan á alltaf að vera út á Granda eða í Skeifunni.
Fjöllum meira það sem Já, það. já. Herðu, þetta eru fréttin, þetta er síðasti fréttatíminn okkar í þessari tilraun sem við vorum með í sumar, Söðu. af því að RÚV var með fótboltan. Hvernig fannst ykkur að takast hjá okkur, ef við haldið svo áfram með það? Já, mér finnst þetta skemmtilegt. Nú skaman að Það þessu. er það þremur sem er skaman að segja fréttina, kannski er eitthvað úti sem er skaman að hlusta á. Já, voru þið? Nei, Já, það eru nokkur, já, ég fekk post í dag og, sko. já, Við og fengið mikla hvatningu. og fólk er duglegt að senda okkur, sem er En við erum að fara eitthvað æðislegt. stutt, ég ætla að segja jólafrí, alveg örgulega, stutt Við sem ætlum að búa til planum hvernig við ætlum að mæta haustinu, hvernig við komum Já. eftir verslunarhelgina. Við Já. átt að vera sjónvarslaus júlí, en svo vöknuðu við einhvern veginn upp og fannst þetta að vera kjörið að EM í keyra fótbolta. áfram svona fréttaform. Já, kvennalandsliðin í fótbolta breytti því Já, og RÚV, Já. Og sem er náttúrulega með allar þessar rásir skuli færa fréttatíman til 9 og svo kemur framlenging og vítakefni og komið bara hérna hálf 11 sko. Þetta Já. er náttúrulega þetta er ekki almenningsþjónusta. og hafa aðra rásir fyrir þetta sko. Herðu, Já, en- þetta er síðasti í bili fréttatíminn, en við ætlum að liggja á ráðum okkar á samstöðinni, hvernig við ætlum að hafa formið á þessu í haustdagskránni, en við ætlum að hafa örstutt auglýsingar hér núna og svo ætlum við að hafa hér bara öfluga umræðu svona fréttirnar og stöðuna í samfélaginu og heiminum. María Lilja sér það hér eftir augnablik. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.
Já, komið þess að eftir. Ég heiti Mari Lilja og er hér tekin við stjórn. Hjá mér eru góði gestir, Halla Gunnarsdóttir, Þórir Sundal, Nick Hólmósti og Sigtryggur Jóhansson. Við erum þið velkomin. Takk. Takk fyrir. Við höfum ansi margt að fara yfir. Það er, sem blaðmaður, þá þekki ég vel fyrirbærið gúrka. Alltaf verið að tala um að það sé svo mikið gúrka og sömur nú sérstaklega í júlí. Sumum fannst það algjört brjálæði fyrir okkur hérna á samstöðinu að vera að fara út í að ætla að segja fréttir í júlí. Svona í fyrsta sinn, en hér eru við og það er nógu frétta, það er verið, það er bæður heimsmálunum og svo þetta hérna heima líka. Það er þetta bara miðvikudagur, eins og eitthvað mím. Ég hafi ekki séð mýmið, það sem að einhver svona er að kvarta yfir þetta hafi verið erfið vika, en einhver annar segir við hann svona, hei, en það er bara miðvikudagur. En það er allavega nógu frétta. Kannski byrja bara á málana í dag. Það voru mótmæli fyrir fólkið á Gaza í gær og núna er umræðan og við ætlum að halda henni áfram orðin ekki fólkið á Gaza heldur, hún er komin svona svolítið annað. Hafið þið eitthvað fylgst með því sem ég er að tala um? Já. Hver ætlar að byrja? Ekki lefið sérfræði. Þetta er ótrúlega Þetta er ótrúlega leiðinlegt mál. Það er ótrúlega leiðilegt að þetta skuli hafa gerst og þetta skuli hafa þurft að fara svona og þróunin á umræðinu núna í kjölfarið er líka bara mjög dapurleg, verið að segja. Ég vil bara taka það fram áður en að ég byrja að ausa hérna úr skálum mínum að hann Eyþór ljósmyndari á Morgunblaðinu er kollegi minn, vinur og samstarfsmaður til margra ára og mér þykir bara leitt að hann skulle fengið alla þessa málingu yfir sig og ég hjálpaði honum að þvo fram á nú sér og eitthvað svona eftir þetta, svona eins og maður myndi gera fyrir vinni sína. Já, auðvitað. En viðbröðum við þessu, þau eru alveg stórkostlega galin og ég verð að segja það sem ég má ekki segja með mína fyrrum kollega fjölmiðlafólk sem virðist vera, og ég veit alveg, ég vann í þessu í 20 ár, ég er bara einhver alhörundsárasta og dramatískasta stétt sem ég veit og það má aldrei eiginlega minnast á þau. Guð forða okkur frá því eitthvað slettist á þau á þess að það sé komið í fyrirsagnir. Og þetta er ekki nógu gaman og ég er ekki að segja þetta til þess að gagnrýna einhverja einstakar manneskjur í stéttinni. Þetta er menning í stéttinni. Hún er óþarfi. Þetta er bara vitleysa. Og það að nú skuli stoknur upp á kassa bara annað hver fjölmiðlamaður í landinu að það er talandi þetta nánast eins og hér hafa verið framan einhver stríðsklæpur. Við átt hann ekkert að skvetta málingunni. En að þetta eins og þetta sé einhver árás á tjáningafrelsi, við sitjum bara upp með þennan ofur einfalda veruleika að þegar að hvítumaður gerir eitthvað svona, þá er hann traumatiserður á að geðra hann vanda að stríða og þegar brúnmaður gerir svona, þá er hann terroristi. Og það er bara rasismi. Þetta er bara vitleysa og kollega mínu gömlega bara hafa vit á því að hafa lámar samkennd með fólki og skilja úr hvað aðstæðan það kemur. Það átti ekki að skvetta á Eyþór og ég veit að bræður hans Nazi og systur eru með þungar áhyggjur að þeir núna. Hvernig umræðan mun þróast? Þau óttast að öll sem eitt að þau verið send úr landi. Eins og er búið að hóta núna. Það er þetta verið að hóta því. Alþingismaður Vilhjálmur Árnason, hann gerir sér nú bara lítið fyrir örfáum klukkustundum og fór hreinlega fram á þetta. Akkurat. Að Nazi fundin sekur eitthvað ofbeldisglæp og hreinlega sendur í hann í burtu. Akkurat. Þetta mál, þetta einhvern veginn kemur svona í kjölfarið að þessum öfgahópi, hægri öfgahópi Skjöldur Íslands. Við erum að sjá svolítið svona hraða þróun á svona ákveðnu útlendingahatri. Ákveðin útlendingahatri. Þetta er bara beint. Við þurfum að ræða þetta fyrir það sem það er. Það er bara, maður gerir eitthvað að sér og auðvitað maður gerir eitthvað að það er afleiðingur. En
á afleiðingur fyrir þennan mann verið verri en fyrir mann sem situr við hliðina á mér. Hefur hann skvetti á fjölmiðlumann, myndum við vera að tala að setja honum einu sinni bak við lás og slá. Hann verið sektur eða eitthvað svoleiðis. Og við skulum muna það og við búum í réttaröryggi. Og í réttaröryggi það eru réttindi og skyldur og þegar því brotið það eru ákveðin viðmið hvað er gert. En það sem er að gerast að við erum að leyfa það sem er að gerast í Bandaríkjunum og Bretlandi og annar staðar, við erum að leyfa hlutunum fara úr böndum og við erum að gleyma því að réttindi og skyldur það varður okkur allir. Það er ekkit sérstaka skyldur og þú veist ég var svo tilfinningu mikið yfir þess. Þetta svo, við þurfum að láta fólk sem hér, sem við viljum segja þeim vera gestir við innflytjendur, við þurfum að haga okkur betur en Íslendingur og ef við brotum á það, þá fáum við verri refsing. Og ég skal bara láta þessi orðleggja á borðu fyrir næst að taka við en þetta staðin sem við erum komin á og það ekkert að koma upp það búin að vera í umræður og þingmenn, margir þeirra úr þessi sama flokk og önnur hefur verið að tala þessi upp hefur talað og etja undir og það mun ekki skána nema fólk sitta á sig rétta andlit þetta mannréttindi paradís og jafnrétti paradís og horfa á hluti fyrir það sem það er. Eru þið sammála þessu? Ég myndi segja það. Það var annað mál hérna fyrir ekki svo lengur síðan það sem ég finnst kristallega sama hlut eða svipaðan hlut bara aðeins annan hátt þegar tveir ungir hvítir íslenskir karlmenn voru kærðir fyrir skipulagningu hryðjuverkabrotum og öll umræða og orðræða lögfræðingarna og þetta var að þá leiða þetta var bara einhvers svona strákapöru og eitthvað svona sko. Akkurat. Og ég var allan tíma þá að ímynda mér hvernig væri umræðan og hvernig hefur dómurinn fallið ef þetta hefur verið tveir ungir múslimar. Þannig að þetta bara, þau eru auðvitað engin hvorki lagalegni í siðferðisleg stoð fyrir þessari misrétti og þessari misjöfnu meðferð á borgurum. Það var ekki nokkur stoð. Einmitt. Já, ég náttúrulega ekki tekið undir það auðvitað ekki að sletta málning á net sko og alls ekki fólk sem að vinna vinnunni sína og ekki á launa fólk að störfum sko. En aðalatrið náttúrulega sem að gerast á Gaza og aðalatrið hlýtur að vera það sem að gerast í Palestínu og veist, það sem að sko börn að deyja úr vannaringu inni á spítala. Spítalar geta ekki bjarga börnum frá vannaringu. Og verður skotin þegar þau reyna að sækja sér mat. Akkurat. Og þetta finnst mér vera aðalatriðið og á að vera aðalatriðið í umræðinni. Það hefur verið mikil umræða erlendis svona þátt vestrænna fjölmiðla í þessu sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa kallað líklegt þjóðarmorð. Og það mjög mikil umræðan það til dæmis núna í Bretlandi og og við getum alveg rifjað það upp sko þegar þetta hófst og svona af mennskunar ferlið fyrir alltaf stað þegar voru birtar fréttir sem voru beint upp úr bara falsfréttum Ísraelshers einhver börn sem var verið að brenna inn í ofnum og einhverju ofbúslegt krúulitet Hamas liða og þetta, ég man ekki til þess að við höfum verið beðin afsökunar á þessum fréttaflutningi og ég skil alveg að fólk sem kemur úr þessum aðstæðum að reyði þeirra að koma út einhvers staðar auðvitað hann ekki að koma út á Eyþóri sem líka gamall skólabróði minn og tók ungbarnasundsmyndirnar af börnunum mínum að auðvitað hann ekki að koma út á honum en hún kom hann út og ég held að við þurfum aðalega að horfa á það sem að gerast í Palestínu á þá staðreynd að allt sem að gerast þar við erum samsækið í við getum farið bara aftur til ásögnangi gyðingum á 19. öld og Vesturlönd eru beinir þáttakandur í þessu. Þetta að þýletunum til öðruvísi en önnur svona þjóðarmorð eða stríð sem við höfum hort upp á okkar ævi og vopnin koma frá Vesturlöndum þögnin kemur frá Vesturlöndum og ég held að mér finnst þetta eigi að vera viðfangsefnið og Ísland bara þar á meðal. Við erum ekki að gera það sem okkur ber að gera samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum sem að voru samþykktar í lok síðari heimsstyrjaldar þegar við sögðum aldrei aftur, heimsbyggðin sagði aldrei aftur, aldrei láta gerast aftur
og þá skuldbundu þjóðis heims til þess að gera allt sem í þeirra valdi stæði til þess að koma í veg fyrir viðlíka hrylling og við erum ekki að gera það og ég held að þetta kjarnin í þessar umræðu. Síðan náttúrulega alltaf spurningu hvernig má mótmæla og ég har rifjast náttúrulega fyrir mér ég veit ekki hvort þið muni eftir stóra skýrslettarmálinu í tengslu við mótmælin gegn Kárahnjúkum og þar að vísu var skýrslett á þá sem valdið höfðu og forsvarsmenn álfyrirtækina í jakkafötunum og ráðstefnu og svona Bjarni Ben og Glimmeri þetta var rosalegt drama í kringum skýrsletturnar og græna skýrið og eyðilögst einhver jakkafötu ekki hægt, og það var voða mikið það var bara verið að ræða hægt að fara í hreinsun með jakkafötun á skýr úr eða ekki það náði úr það var alveg rosalegt þetta líkamsárás eða þetta ekki líkamsárás en á meðan var verið að sökkva stærsta ósnortna víðerni í Evrópu og það breyti því ekki samt að skýrsletturnar á þessum tíma, og ég var örugglega með þeim sem sagði að það ætti ekki slett að skýra fólk, mér finnst alveg ekki að slett að skýra fólk, en að það vakti samt athygli á því sem var að gerast og það hafði áhrifin í framtíðina á virkjunarumræðu á Íslandi, þannig að ég held að og það enginn að segja að það má sletta málinga fólk þannig umræðan ekki þar. Nei, en þá hljótum við að halda umræðan þar sem hún á að vera og minnst hún heim á Gaza. Já. Og líka með innflytjendur. Ég held að við þurfum að viðurkenna það og við erum komin á það stað sem við erum komin á þar sem umræður og þessi hóp sem hefur tekið á sér að vera verndara, sjálfskipið verndara og sérfræðingur ofbeldi og málefni innflytjendu að mestu leyti vegna þess að við höfum ekkert staðið nægilega vel af inngildingu. Að við erum með fjölda fólk sem búa sem hafa ekki fengið nægilega mikið stuðning við að aðlaga og inngilda sig inn í samfélag og samfélag hefur ekki tekið nægilega vel utanum okkur og það bara versna. Ég upplifði það 2016 ég steig úr starfi sem leikskólastjóri og var að reka leikskóla sem átti hæstu hlutfall fjókskipta af erlendum uppruna og stígu nú eftir í þessu starfið og og eftir komin með stór hlutfall fólk af erlendum uppruna og ég finn rosalega munur á væntingar til mín sem þjónusta veitendur hvað börnum á þeim og það að mér finnst fólk hefur svolítið bara gefist upp þeir komast áfram þeir ekki að leita eftir mikið aðstóð en að varðandi tungumálakennslu og upplýsingur hitt og þetta sem veitir þeim aðstóð með að koma börnin þeirra í skóla og annað og marg þeirra eru búin að finna sig krókaleið áfram innan sína eigin samfélag innan samfélagsins. Það sem sagt, það sem ég að segja fyrir 9 árum þegar ég steig úr starfið, þá var rosalega mikið púður lagt í því að gera okkar heilt samfélag og taka fólk inn í þetta skólakerfi og okkur hverfi og annað. Núna það sem ég finna, þetta pínu svona, finn bara þín leið. Já. Og fólk segja bara, ég finn svar hjá þessum sem þekki mig hér og þar. Tók á móti mann sem búin að búa í 7 ár. Talar ekki stykk orð íslensku nei ensku. Ja, þetta einmitt eitthvað svona sem að vinnumarkaðurinn mætti vel taka til sín. Verður að taka til sín. Að fólk hafi tækifæri til þess að sækja íslensku nám á vinnutíma og fái niðurgreitt, jafnvel. Þetta búið saman vandamáli fólk færi niðurgreitt. Það færi niðurgreitt, já, námskeið, já. Já, nú fjölgur fólk. Frábæra módel í Skandinavíu, kannski Svíþjóð, Noregi og þarna, það sem ákveðin fjöldi tímum, veit ekki hvað 1200 tímar eða eitthvað svona sem bara algjör lágmar skammtur. Þetta bara í mýflugu mynd. Já, og OECD-skýrslan sem kom út í fyrra, það var eitthvað sem, það var alls konar umræður sem fór á stað, en eitt sem glöggti bara mér hart við augun á mér, var það hversu, illa, statt börn sem fæðist hér, eru settar, að þau, í öðrum löndum, og það var miklu verið en öðrum OECD-löndum, að þau koma, mun verið út, að jafnvel að sumum sem flytti til landsins koma betur út sem segja það að foreldrar þeirra hefur ekki aðlagast nægilega vel að þetta ekkert að fasta og það ekki nóg gott.
Það alls ekki nóg gott. Það var önnur mótmæli. Mér langar svolítið að spyrja þig út í þau, Þórir. Það eru hérna drúsar sem að mótmæla hérna við bandaríska sendiráðið voru í gær og svo fyrir nokkrum dögum síðan. Það svona ákveðin ruglingur hérna svona upplýsingaóreiða þennan hóp fólks. Hvað að gerast í Sýrlandi? Hvað að gerast? Þetta eitthvað sem þú getur kannski útskýrt fyrir okkur? Drúsar eru bara hópur fólks, fleiri 100.000, ég man ekki hvað margir miljónir eða eitthvað svoleiðis sem að dreifast yfir nokkur lönd. Þeir eru í Líbanon, Sýrlandi, einhverjir eru í Jórdaníu og svo alveg nyrst í Ísrael. Þannig að þeir dreifast á þetta svæði þarna með nálægt Gólanhæðunum eða þar og eru ekki múslimar, þetta eru arabar aðalega og sem að tala hebresku líka, þeir sem eru inn í Ísrael, en þetta ekki, skilgreinin ekki sem múslima. Þeir eru eiginlega bara svona sér trúabröð, sér hópur sem hefur verið þarna svæðinni bara mörg 100 ár, sko. Þannig að, þetta mjög svona sterkt svona þjóðverðnisbrots einkenni hjá þessum hóp, þannig að þau skilgreina sig alveg sér. Það sem að gerast núna ekki alveg ljóst. Það vitum við að þetta hófst fyrir einum viku síðan, eitthvað svoleiðis, rúmlega og það hófust upp miklar óerðir milli bedúína sem eru annar flokkur araba sem við þekkjum oft sem svona eyðimerkur araba og svo þessar drúsa og við sáum að farandfólk. Já, og þá skarst sýrlenski herinn inn í, eins og við veitum þá var þetta skipt stjórn í Sýrlandi fyrir þó nokkru síðan og þeir skárust í leikinn og upp hófust mjög miklar óerðir hérna milli drúsa og bedúína og Ísraelar koma eða einhvern veginn höfðu þátt í þessu líka, eru náttúrulega búin að vera, Ísrael búið að vera að breiða sig út þarna alveg syðst í Sýrlandi, þannig að og þá koma Ísraelar drúsum til aðstoðar og segja það vera einhvers konar markmið hjá þeim að vernda drúsana út af þessu og hinu sem hins vegar ekki alveg augljóst hvað það er einhvers svona tilfinningalegar ástæður kannski, það einhverju drúsar inn í Ísrael og það getur verið að gera í þeirra nafni en þetta virðist vera bara allt í einhver svona geopolítískt bara svona í rauninni bara eins og þeir ætla að ná tryggja náttúrulega Gólanhæðarnar alveg fyrir sig og svo ná helst einhverju svona buffersvæði inn í Sýrlandi virðist manni þannig það svona það sem virðist vera að gerast. Ég var að hlusta á sérfræðingur frá Bandaríkjum að tala þetta einmitt með þessum hætti í dag. Já, ég held að þetta sé svona líklega sko. Og ég hef séð á samskiptamilum þá hefur einmitt verið svolítið reiði í garð þessa hóps drúsana sem eru að mótmæla út af þessari Ísraelstengingu og það hefur verið svolítið svona það hefur verið svolítið svona rafmagnað andrúmsloft í hérna mörgum hópum sem að svona ég bæði koma að mótmælum fyrir innflytjendur og svona jaðarsetta hópa en hérna einmitt út af þessu en þetta svona skýrir þetta nokkuð vel. Já, við sjáum sko, við horfum að korta á hvernig staðan núna akkurat í syðst í Sýrlandi þá Gólanhæðarnar hérna kannski vestanmegin og svo nær sjálfstöðnarsvæði Sýrlendinga alveg niður að landamæna við Jórdaníu og svo hægra megin eru drúsarnir þannig að Ísraelin og drúsarnir eru svona við það nánast að loka eða ná saman einhver svona alveg syðst sko. Þannig að þetta og svo eru þetta Sýrland út af fyrir sig annar kapítuli sem að sér ekki fyrir endan á heldur hefur þetta verið alls konar forsaga að þessum atburðum í rauninni í Sýrlandi undanfarin misseri, við munum eftir þegar að Sharaa tók við og allt þetta ofbeldi gegn alavítum sem að voru stuðningsmenn Assads og þeirra stjórnvalda voru myrtir í hrönnum þannig uppi norðvesturströndina að þá fóru drúsar að hugsa sinn gang að þeir væri ekki óhultir sem minni hlutahópur þannig að þeir hafa verið að gera sér tilbúin þeir eru með talsvert mikinn herstyrk drúsar sko og þannig að þetta það er svona ýmislegt sem er komið saman til þess að búa til þessar eldfimmu aðstæður núna. Já, það einmitt. Þetta lagar ekki spennuna við
Já. Nei, en spilar mögulega upp í hendunar á Ísrael aftur. Já, það Evrópusambandið. Svona yfir í næsta. Ursula von der Leyen alltaf kemur hér í heimsókn. Það var kallandi neyðafundar og fólk hefur farið mjög stórum orðum ýmist fundargestin eða tilgang hennar hér eða meintan tilgang eða hvernig leggst þetta í ykkur þetta samtal? Mér finnst samtal bara frábært. Bara, hún hartanlega velkomin. En viðbrögð, það má alveg, ég menna maður búist við því að það væri svona að stjórnarandstæður á Alþingi í dag og þeim sem hefur sér hagsmuna að gæta hvað það varðar myndi reisa alls konar mótmæli við því. Það eitt sem vakti athygli mín og það verið að tala varnarsamstarf Evrópusambandsins og Íslands. Og nú Evrópusambandið ekki beint varnarbandalag. Þannig að þetta einhvern veginn svona situr svolítið eftir. Ég hef ekki fengið neinum spurningu svarað nákvæmlega hvað þetta þýðir en áttar þú á því kannski Halla eða? Það náttúrulega bara almennt rosalega mikil vígvæðing á bara allstaðar og hún á sér stað innan Evrópusambandsins eins og annar staðar og já, ég veit ekki mér fannst þessi rosalega læti verið heimsókn alveg svona áhugaverð en að samanskapi þá finnst mér líka áhugavert að ætla einhvern veginn að setja aðelda Evrópusambandinu á dagskrá núna mér finnst það sérstakt og án þess að ég vilji vera eitthvað típan sem alltaf segja að ekki að tala um þetta og að tala um eitthvað annað, ekki tala um málningu, tala um gasa á fæstum samskili í sömu viku kom þessi skýrsla fram að 80% einstaklinga á Íslandi standist ekki greiðslumat fyrir lítill íbúð. 80% sem að í mínum bókum væri kallað akkurat bara algjört skipbrot þeirra stefnu sem verið rekin á Íslandi og ef haft að kalla saman neyðafundi út á einhverju þá hefði ég gert að vilja fá hann út af þessu og tala við fasteinasali í gær sem að komi mjög forunlega bendi mér á mjög forunlega vingil á þessu sem þú ert að tala sem kannski algjörlega til hliðar við það sem ættum að tala hér en þetta með greiðslumatið þetta út af sérstökum reglum Seðlabankans sem voru settar fyrir 2 árum eða eitthvað út af, Guð veit hverju, ég er múin að gleyma því. Já, þessi 35%. Já, það skiptir ekki öllu máli, en að því að hér alltaf bara svona eitthvað í ökleiðir, að það allir að kaupa eða enginn að kaupa og eitthvað, alltaf sama rugli hér, og lagast örugglega þegar við göngum í Evrópusambandið, eða ekki, ég veit ekki. En, málið er það að það þarf einhvern tímann að afnema þessi reglur Seðlabankans. Og þeir eru eitthvað, en ef við gerum það, þá fer eftirspurnin alveg botn og verður ríkur upp úr öllu valdi. Og þá erum við í sömu stöðu, Það geta allir fengið lán, en það er engin efni á að kaupa þessar dýru eignir sem eru, Og og þetta er eitthvað svona, við býðum aðeins. Já. En þetta gerist samt, Það er alltaf að vonast til að þetta breytist, Það bara gerist ekki svo sjálfu sér. Það þarf einhverstaður brota þessi veitirhring sem við erum í og húsnæðismarkaði, hún er það. Það er bara veitirhring. En sorry, haldið áfram að tala með SB. Ég var svo nextlu, ég bara skil ekki, ég má bara tala um allt. Hvað stjórnmálin í þessu landi, ég bara skil það ekki. Ég skil ekki, þú veist, og bara þessi veiðigjöld sem tók allt hérna yfir. Eitt er að stjórnarandstaðan hefði sér svona allt það, en þú veist, þetta eru 10 milljarðar. Þetta er bara... Þetta er algjör stjók. Þetta er smáur. Þetta er ekki snúast unni það, heldur bara snýst einhvers konar, mann alltaf þegar leið á að þetta væri bara einhvers konar leikrit, þessi þingmenn væri raunin að sína tryggð við ákveðnar fjölskyldur, ákveðnar einstaklingar en ég á þetta við báðar áttir til að geta sagt á næstu árshátíð ég myndi segja gagvart stjórnarandstöðinni þú veist okkur þeir með þetta dramandur 10 milljarðar en líka gagvart stjórnvöldinu sem er keyrið í gegn 10 milljarðar og það bara og Alþingi setti allt annað í samfélaginu á hún þar á meðal þessi 80% Íslendinga sem að geta ekki staðist greiðslumat þess að kaupa svo litla íbúð og svo margt annað sem gjaldið fyrir þetta leikrit og þetta vegna þetta var leikrit svolítið á báum tóm maður verður bara að segja þetta bara, ég hefði viljað sjá þessu 71. grein kom fyrr fram og önnur hlutunum ég vilja sjá hann koma
hérna fram. Ég ætla að segja eitt. Ef þetta var eina leið sem við ákveðum að fara, er það sem við meiri hluta og minni hluta dæmi, sko, þú veist, málþóf hafa verið háð á Íslandi af ýmsum ástæðum, og oft bara mjög góðum ástæðum. Já. Og að því að ég nú tilheyri þeim litla hópi sem að virðist en þá hafa áhuga náttúruvernd að þá erum við hún er allavega ekki pólitískt inn í dag, hún er bara átt sko, og loftslagsbreytingar átt þó að Sameinuðu þjóðirnar hafa verið að segja í dag og erum öll samsveika og svona en þau tæki sem að lítill minni hluti hefur stundum til þess að stoppa mál og knýja breytingar og láta semja við sig, þau geta bara verið rosalega mikilvæg líka sko. Já. Og ef að stjórnarandstaðan taldi ástæðu til þess að tala sig áfram í kaf yfir þessum 10 milljörðum og stjórnvöld töldu áfram ástæðu til þess að keyra það mál það hart að þau ættu að tala sig í kaf yfir þessum 10 milljörðum, þá finnst mér það bara að sitja, bara halda áfram og svo bara þegar komið að því að setja næsta þing að þá bara, jæja, nú verðum við að slíta. Hún Oddný Harðardóttir setti þetta inn á Facebook og mér finnst það bara frekar skynsamleg nálgun sko. Því að nú er búið að setja fordæmi. Þú veist, nú er búið að setja fordæmi og mál sem að þessari grein megi beita og það sé réttlætanlegt og það verður alltaf vísað í þetta. Það verður alltaf vísað í þetta þegar minni hluti með kannski það sem að, þú veist, ég taldi ekki þetta vera rétt með sjónarmið sem þessi minnihluti hafði fram að fara þarna, en það aðrir sem töldu svo vera og ég vil ekkert tíma geta, þú veist. En það við fylgdust nú með tímafjöldanum, þetta voru konur 160 klukkutíma, það er ekki eins og þetta gerist bara á núleitni, þetta er 160 klukkutíma, þannig að, þú veist, en það hlýtur það að setja það fordæmi að það þurfi helst að komast í 170 klukkutíma til þess að beita sér næst, sko. $230 og þá bara ekkert annað gert. Það líka hlutverk meiri hluta í stjórnmálum að semja við minni hluta. Þú veist, það líka hlutverk þeirra. Og mér fannst þessi aðdragandi þessa ekki vera löðrandi í einhverju svona reynslu og svona næmni gagnvart aðstæðum, heldur bara Facebooki mitt og fullt af stjórnmálamönnum að röfla hver yfir öðrum sem að setur þá alla niður. Mér finnst ekki koma frá þessu minni hluta sem gæti kynna að það væri hægt að semja við hann sko. Nei, en þá þarftu að presentera það fyrir þjóðinni. Þá þarftu að segja, þetta fóru við með inn, svona var þetta, þú veist, allavega, ég meina, þetta var allavega mín upplifun á þessu, þú veist, og ég, og aftur bara 10 milljarðar, 80%. Ég hugsa að ég hefði haft áhuga á þessu málþófi ef þetta hefði snúist að koma í veg fyrir óréttlátt útlendingalög eða eitthvað sem brýtur gegn einhverjum megin mannréttindum eða einhverjum slíku. En þetta var í þágu mjög afmarkas hóps stórfyrirtækja, sérhagsmuni einhverja fjármagnseigenda og ég misti bara áhugaðan á þessu sko. Ég bara takk fyrir mig sko. Já, það er ekkert merking á að við munum fá slíku málþóf á þessi kjörtímabil. Það er mjög lítið sem lagt fram hvað varðar stefnu innflytjendur og mannréttindamál, bara hafa það á hreinu. Það er bara því miður. En það sem komst í ljós, sko, málþóf, þau virka oft til þess að svo nærðu stuðningi utan þings. Jú. Sem að þetta málþóf gerði ekki. Nei. Þannig að þetta málþóf var að klára sér sjálft. Það að koma skoðanakönnun núna sem ég var lendi að taka þátt í sko. Mjög verið forræmdur að Gallup eða eitthvað. Ég svaraði bara mjög ítalum spurningalista hvað hug ég bæri til þessi málþófs og hvað skoðun. Maður heyrði það á Vox Populi svona út af götu sko. Þetta var, það voru allir svona þarna. Já, ég meina það var ekki að safna saman hópur og Austurvelli til að stiðja minnihlutann í þessu máli. Það var ekki. En þið munið síðast þegar útgerðin sendi að flotann í land og sendi sjómenn að raka þá allan á Austurvelli að mótmæla. Já, það gerist ekki núna. Það gerði ekki núna. Þau sendi bara sína besti menn á þingi í málinu. Já, ég gleymur að það var ekki sjómenn sem hefði hagagætt að þar. Það var önnur hlið. En þú nefndir náttúruverndina og þá við sögðum frá áðan í fréttunum og þetta var RÚV í kvöld að það alþjóðadómstóll hann ákveður að ríkjum beri núna lagaleg skylda til þess að gagnvart heiminum að gæta náttúruvernd og núna geti þau lönd í heiminum sem að verða fyrir afleiðingum okkar hinna, ég segi okkar hinna því að það eru vesturlönd sem að menga mest, þau geta kært. Hvað þýðingum er þetta að hafa? Verður við kærð hérna fyrir bara eitthvað svona sóðaskap bráðum?
Sóðaskapur. Já, svona Já, lofslagssóðaskapur. Já, neyslu og svona. Ég veit það ekki, að því að sko nú eru náttúrulega allar stofnanir Sameinuðu þjóðanna líka bara berast fyrir lífi sínu. Já. Þú veist, og það ríki sem að einhvern veginn þjóður heims hafa treyst til þess að vera einhvers konar heimslögregla sem líta á sjálfa sig sem eitthvað leiðtoga hins frjálsa heims. Þú veist, er bara að spila út, stendur ekki með neinum á þessum stofnunum. Og og smám saman hefur, loka þeim, setja ekki fjármanni. Ég meina Ísland tók þátt í að frysta framlög til flóttamannahjálpar Sameinuðu þjóðanna í Palestínu. Þannig að maður svona, þú veist, ákvörðun svo að síðar undu ofan á allt það, en pólitíska ákvörðunin að gera það, þú veist, það er að molna rosalega undan þessu alþjóða lagakerfi sem að við eigum mjög mikið undir, þú veist, og smáríki eiga mjög mikið undir. Og þannig ég veit ekkert hvort að þetta mun hafa einhver rosalega áhrif, sko, eða hvort að, en auðvitað, þú veist, eru þessar stofnanir sem þar gera þess að þar eiga allavega að reyna að gera, sem verður að segja heiminum að passa sig, sko. Já, Trump, hann er náttúrulega, það líður ekki sá dagur, það kom ekki einhver svona Trump-frétt, við getum hreinlega verið bara með sérstakann þátt undir Trump-fréttir og þetta er auðvitað taktískt að mörg leiti hjá hann að henda svona nógu mörgu út einhvern veginn, en núna ætlar hann að fara hann ætlar að breyta hann einhverju óperuhús í Melaniu höllina og hann ætlar að fara að breyta aftur úr einhverju fótboltaliði og yfir í Redskins, annars ætlar hann að svifta þau einhverjum leikvangi og svona. Það er ansi margt sem bendir til þess að Bandaríkin séu komin bara ansi langt út djúpt inn í bara fasisma og það sé bara það sé ákveðin öfl sem að stýri Bandaríkjunum og maður velti fyrir sér hvað íslensk stjórnvöld, ég meina hér er talað að Bandaríkin séu okkar helstu bandamenn og annað slíkt, þurfum við ekki að fara að taka eitthvað svona skýra afstöðu gegn stjórnvöldum Trump eða hvað finnst ykkur? Þú ert að tala tvennt. Þú ert að tala náttúrulega það sem er að gerast inn á við og inn á við er eitthvað sem því miður er komin í eitthvað kritísk vítahring þar sem menn voru sjokkara bara fyrst og fremst og núna að reyna í gegnum dómskerfum og annað að reyna koma tilbaka og reyna stofna undir að einhvern veginn að ná stjórn eftir í næsta kosningur inn í þingum að það er einn og mjög mikið sem hann er að gerast þar það er að snúa allt á hvolfið þar hvað varður Kæra Obama, ég glemdi því hvað það er að gerast erlendis, Kæra Obama það er líka földið, þetta er bara tóm þvæl og það ég var að hlusta á podcast í dag með tveimur mönnum, þetta heitir Pod Save America ég hlusta á þetta sem lífslínu þau voru í Obama stjórn og vann mjög mikið með allt þessi hlutunum sem er að gerast og það alls konar hlut eins og þetta að fara fram með eitthvað fárunleg ásakarnir á Obama sem var allt opinbert á sínum tíma. Þetta eitthvað fund sem var desember eftir kosningu 2016 sem allir veitum, allir voru meðvitað niðurstöðu var það sem voru að segja. Það tóm rugl og fólk veit ekki hvernig þau eru bregðast við það. Hvað varðar útlanda? Við þurfum að gera eins og Lula að gera í Brasilia. Hann sagði nei, hann setti stopp, hann fór, hann sótti Bolsonaro. Trump kemur með, ég veit ekki, þið fylgist með þessu? Já. Það sonur hans Bolsonaro í Bandaríkjunum og hann að þrýsta á Trump og þá kemur þessi 50% tollagning og Rubio, hvað var það næsta? Já, það voru setta bann og drega frá landvísleyfi og svoleiðis fyrir dómsmálamenn svo þau reyna bara að stoppa hlutunum af Já, hann í rauninni svona beita alls konar bröðum og kúunum til þess að svona fá sínu fram Lúli segja nei og það það sem heimurinn þarf að gera það þarf að segja nei að og við tengjum við það sem við vorum að ræða heimsók sem var á undan og þú varst að velta fyrir þessi varnasamning og varna hugmynd með Evrópu, við verðum að horfa þar og það nákvæmlega það sem Lúli að gera hann að finna leið, ég meina kannski þarf hann að stíga í sambandi með Kínu
eða Heldur Indlandi. að þetta sé þá leið að heimsókn Ursulu von der Leyen, hún hafi verið til þess að svona íslensk stjórnvöld gæti svona hægt og rólega kannski komið sér út úr varnarsamstarfinu, NATO-samstarfinu? Ég er ekkert að fara svona langt, ég var ekkert að þessum hlutum. En mér finnst það ekkert biluð pæling. Menn þarf að huga að þessu og það er það sem sérfræðingur sem hafa eitthvað vit af hlutunum í Ameríku að segja. Að með þessi stríð og með þessi valdnýslu og valdbeiting gagvart þeim sem voru helstu bandamenn Bandaríkjunum, nú að fólk að leita skjól annar staðar og ég held að Ísland hefur alveg fullt leyfi og fullt rétt og myndi vera mjög skynnsam á okkur að gera það. Já. Og leyfa bara eins mikið að það særir mig og ótti mér að það þarf að leyfa það sem að gerast innan Bandaríkjunum gerast. Að það eitthvað sem þegar það vandamál heima hjá þér og verður bara að sjá það. Nei, það ekkert að hjálpa þeim með þetta held ég sko. Nei, ég held ekki. Þau verða að gera þetta sjálf. Já. Þau segjast vera best í þessu sko. Þau verða að gera þetta. Já. Og þetta land lýðræðis og frelsis og eitthvað, þau verða bara að redda þessu sko. Það er frasi. Við þurfum að taka afstöðu, með þeim sem að minna mega sín sko. Við þurfum að sýna fordæmi. Við þurfum að sýna rétt og fordæmi í mannréttindi og þegar við tölum að við erum með þingmenn sem segja bara vísa þessi úr landinu, við erum að sjá það að gerast í Bandaríkjunum. Viljum við appa eftir þessi fordæmi? Viljum við senda fólk sem hafa fullt rétt á leyfi og samþykkt að vera á landi, bara fá það svift frá? Við erum búið að búa til þessa stemmingu núna. Já, við sáum það náttúrulega með þessum hópi ungra kallmanna sem fór að stjá fyrir helgi með J-krossin og nasista letrið. Hvað finnst ykkur viðbröðu dómsmálaráðherra sem að komu í dag? Klárlega búið að búa til þessa stemmingu. Ég veit ekki það, ég sá það ekki. Ég sá það ekki heldur. Við erum bara dómsmálaráðherra í dag. Það kom í yfirlýsingu fólk svona svolítið búið að vera að kalla eftir því að stjórnvöld segi eitthvað eða geri eitthvað í rauninni, kannski frekar heldur en að segja eitthvað því að það bara ekki nóg og það kannski svona það sem að ég persónulega og hjó eftir að þetta svona, þetta svona ákveð fordæmingja og þetta áhugjefni en svo engin lausn sko, það bara svona þetta bara eitthvað svona skoðanapistill og svo einhvern veginn ekkert meira þetta manneskjar með valdið og ætti þá þarlegandi að vera með eitthvað skonar úrræði, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég náttúrulega sá ekki pistil þetta bara virðist vera aðferðin í dag, það bara að segja eitthvað já, þetta ekki nógu gott eða eitthvað svona svona álitskjafi eins og við eitthvað það er bara podcast ekki tala málingur ég veit ekki hvað stjórnvöld í okkar heimshluta halda að dugi til dæmis gagnvart því sem er í gangi í Palestínu sko. Ég held að flest fólk sem að kíkir örugur á Instagram það sér það bara að það dugar þetta gengið það langt á Gaza að það er engin tími eftir þannlega að séð. Nú dugar ekkert minna heldur en að bregðast við með hernaði sko. Það þarf að opna fyrir alla hjálpin á Gaza sem hægt er og það þarf að gera það með hervaldi af því að Bandaríkin og Ísrael ætla ekki að gera það og það má ekki hleypa Ísraelum með krumlunar í það neinstaðar og þannig er hægt að bjarga einhverjum mannslífum. Ef að þetta er ekki gert þá er sennilega engum mannslífum bjarga. Þá sennilega fá Ísraelar óreittir áfram af því að við gerum ekkit annan að hafa skoðun á þessu að moka tæplega 2 milljónum Gazabúa inn í kví og murka þar úr lífið. Og ef að og svo segir fólk og eitthvað fólk í stjórnmálanum hér að við erum eitthvað lítil hér og svona og það er alltaf afsökunin okkar. Það er líka afsökun fjölmiðlan okkar fyrir að draga taum Ísraels eitthvað og svo segir maður að þið berið ábyrgð. Það er nei, það er svo lítil og krúktleg þetta skiptir einhver máli. Þetta er ekki svoleiðis. Ef við gerum eitthvað þá höfum við frumkvæði sko. Við höfum frumkvæði, Spánn hefur frumkvæði, Suður-Afríka hefur frumkvæði. Írland hefur eitthvað frumkvæði sko. Er eitthvað sem að mæli gegn því að íslensk stjórnvöld til dæmis bara styðji kæru? Það eru óttinu viðbröð Bandaríkjanna. Það er bara það. Það sem er merkilegt sko, þú veist að tala Nikólið náðan sko að
hvernig þetta bregðast til Trump og er komið tíma til að segja nei. En einhvern veginn verðist Evrópa að vera að halla sér að einhverju svona sjálfshjálparbókum með sjálfsfræðilegu ívafi hvernig áttu umgangast narsissista sem er að vera bara alltaf að hrósa þeim og hvernig áttu, það er til eitthvað svona bækur hvernig áttu að reyna að fá narsissista til að gera það sem þú vilt að hann geri. Þú einhvern veginn áttu að strúkunur rétt og eitthvað. og það sem síkópatarnir gera þeir eru hitta narsissista. Þeir láta gera hvað sem er. Það er eitthvað verið að reyna það en svo náttúrulega, þú veist, svo er þetta samt svo slög tilraun sko, það þorir samt deilingin alveg að fara allar leið í henni sko. En en mér finnst og Sigtryggur sagði hérna áðan sko, samkennd, þú veist. Og við eigum að reyna að gera sem er rétt og við eigum að reyna að sýna samkennd og við eigum að reyna að vera góð. Þú veist, við eigum bara að reyna að gera bara hvað er rétt að gera, hvað er rétt að segja. Sem afstafa, sko, ekki útavendilega. Nei, heldur bara sem einhver svona prinsipúl móralsk afstafa, sko, við ætlum að vera svona og bara síðan dílum við heima, sko. Eigum ekki byrja hérna heima, bara segja bara satt sem er, bara eigum ekki sína það samkennd, sína það príði og gera það við þeim sem eru hér nú þegar. Sjálfsögðu. Bara þeim palestínumenn sem eru hér, eigum ekki hlúa að þeim, eigum ekki bara, við vorum að tala að byggja brí. Er það ekki bara rétt á að byrja bara hérna, sinnu því vel, vegna þess að við bara, skulum bara segja, hérna, mannen sem skvetti málning í gær, ég skora á að fólk bara taka bara 5 mínútur í hans skó, upplifa hvernig honum líður og horfa upp á það sem er að gerast á hans heimaland. Og sitja hér á land þar sem það er menn sem er að ganga eins og Ku Klux Klan og ég ætla bara að nota það orð vegna þess að þeir eru merktur hryðjuverkamenn sem ætla að fara og stjórna þessa land með ótti en ætla bara að stjórna þeim sem þeir vilja ekki hafa hérna sem er þessi palestínumann sem var að skvetta í gær og fjölskyldu sem ég ber skyldur að þjóna og þeirra börn. En við ekki bara byrja þar sína þeim samkennd, sína þeim góð, hlúa að þeim, byggja brí gegnum þeim og svo horfa út. Þetta finnst mér bara hárrétt og þetta er líka bara sko, svarið við afmennskuninni er alltaf samkenndin og það er ekki hægt að þjóðarmerða nema með fullkomin afmennskun og það er náttúrulega hún og það er búin að vera mjög virk afmennskun í gangi og það er fullt af öflum í Íslandi sem vilja hamra á henni. Mér fannst vera vendipunktur að því að hinga til það hafa stjórnmálaflokkar svona daðra við útlendingahattur svona reynt að setja á dagskrá og svona miðflokkurinn. Svo draga það tilbaka. Já, síðan svona hefur það ekki virkað. Einhverjum borgarfulltrúar og svona, svo hefur það ekki alveg virkað. En í, hvort það verið fyrra eða hitti fyrra, þegar mainstream stjórnmálin stíga inn sem er náttúrulega gerst allstaðir kringum okkur. Að þau verða hrædd við flokkana sem eru að spila inn á þetta og halda með því að taka svona hlut af því að þá munu þau ná til fjöldans. En það sem gerist er að fólk hugsa bara já, hvað hafa þau rétt fyrir sér? Þú veist, best að styðja þetta. Og það gerist bæði þegar sjálfstæðisflokkur Bjarna Ben ákvað að taka þessi mál og þessi færslur hans á Facebook og eitthvað svona. Og þegar Kristrún Frostadóttir fór í hlaðvarpstátt svona, sem hefur verið kenndur við svona aukahægri. Það var alveg ákveðin vendipunktur. Og það var mjög mikil vendipunktur. Og fór að tala um það, þetta væri nú flókin umræða og það þyrfti nú hins einn og þannig og þetta er nú snúið og auðvitað og lög og réttur og regla og eitthvað svona. Og maður bara fann hvernig bara það byrjaði alltaf kraumundin niðri og þetta finnst mér vera ofboðslegur ábyrgðar hluti meginströmm stjórnmálana að gera þetta ekki þú veist og þeir sem eru stjórnmálum bera ábyrgð ég veit að þeir finnst það ekki þeir finnst það vera daginn þarna með Ísland þvert að flokka sko það var líka kom einhverju stjórnmálamenn komið fram og segja já ef þið sýndu þessu ákveðin skilning og vildu heyra þessar raddir og svoleiðis og mér varst það alltaf lótt og hvað svo? Það byrja þar? Já, það byrja þar að þetta er, þú veist, ætlar að leggja jöfnu þessar raddir við raddir sem eru að búa einhvers konar boðskap eins og Halla eða þú veist, að leggja það í jöfnu og segja, já, ég vil hlusta á þig og ég vil líka hlusta á þig. Þetta er raddir sem þau eru búin að búa til. Sem er vilt beitaðir fyrir útilokun og hatri og ofbeldi helst á þess að hópa, þetta er að hlusta jafnt á þá rödd. Það er óskiljanleg framkoma. Ég er að stúdera og lesa bara hverjum degi inngildingu. Ég er að stúdera doktorsnám og þessi stjórntæki og þessi aðgerðuleysi hvað varður inngildingu. Ég ætla bara alltaf að hamast inn á þetta vegna þess að þetta inngildinga er ekki bara við aðlagum Nicole af Íslandi að Ísland aðlagar sig bara líka aðeins að því að Nicole er hér og hún er partur af samfélag og tekur eitthvað frá henni.
og þetta erum við ekkert að gera nægilega vel og við meðum alveg viðurkenna það. En það sem við sjáum gerast og að koma fram í fleiri og fleiri rannsóknum á þeim löndum þá sem þau herða að löggjöf hvað varðar útlendingur og draga úr fjármagn til inngildingu, tungumálakennslu, samfélagsfræðslu, stuðning með fullorðinsfræðslu og út á vinnumarkaði og annað. Þau beina á hvað inngildingu hefur tekist illu. Það er svo núna. Þeim fólk sem fara út og tala leigubílstjóri sem tala ekki íslensku. Við skulum bara halda okkur með þessi hóp. Þeir eru alveg rosalega stórskotmerk. Hvað hefur verið lagt til þeirra inngildingu? Hvað hefum við fjárfest í því? Nú erum við að segja, þetta hefur ekki tekist, við skulum loka á þeim. Já, við ætlum að loka á þau og senda þau í burtu og allt þetta. Og þetta er það sem við erum verið að beita og ég bara velti fyrir mig vegna að í þessi ríkisstjórn sem situr nú við vald mér lítið ef eitthvað í þeirra stefna hvað var það málefni innflytjenda. Já, það var bara... Og við segja bara innflytjenda. Þetta er bara útlendingu. Vegna samkvæm lögum, útlendingar er sá sem vill koma, innflytjendur er sá sem er hér, sem er með leyfi, búin að fá leyfi. Óháð hvernig þið fá leyfi. Þetta er flóttamann eða gift íslendingar og hvað það er. Við byrjum skildar að sinna málefni innflytjenda. En það sem við erum að gera er ekki sinna það og gera þeim að útlendinga. En svo líka sko að maður hugsa rætirnir í þessu öllu. Við VFR fluttum nú til landsins í fyrra fyrirlesara sem heitir Clara Mattei og skrifaði bók sem var með undirtitilinn How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism. Það er að segja hvernig hagfræðingar byggu til niðurskurðarstefnu og svona lögðu grunninn að fasisma. Og hún sýnir fram og hún er stödd í skjalasöfnum þar sem hún er fjall tíman fyrir heimstyrjöld. Eftir fyrir heimstyrjöld. Þegar það kemur þessi stóri reikningur fyrir heimstyrjöldina og hvert á sendan. Og sama tíma er náttúrulega bara þetta bölva að vesina fullt af fólki komið kostningarétt. Konur og eignarhúsir kallar og einhverju sem áður réð ekki neinu. Og þá er bara byrju hvað gerist og svo heimta fólki bara velferð og heilbrigðisþjónustu og að það ætli ekki að borga fyrir stríðið. Og þá var niðurskurðarstefna fundin upp. Og alls konar hluti sem koma sín í kjölfarið sem að búa til svona það að peningar, ríkispeningar sé einhvern veginn svona sjálfstætt náttúrulegumál sem að við höfum bara öll að dansa einhvern veginn í kringum eða vesen, þá hækka stýrivextir allar þessar hugmyndir, þetta er allt mjög nýjar hugmyndir og ganga rosalega mikið út á að þú verður alltaf að skera niður opinbera, megi ekki setja mikið í það, þú mátt ekki setja mikið pening í íslensku kennslu eða til þess að styðja við kennarana sem fara frá því að vera með 1 barn sem talar ekki íslensku í bekknum sínum yfir að vera með 40-50% barna í bekknum sem ekki hafa íslensku sem móðumál með börn sem detta í gólfið út á áfallastreituröskun af því að heima hjá þeim er ástandið á Gaza í beinni útsendingu og það er, þú þurfur að tala um afaskiljiði á Messenger og svo heyraðu ekki í þeim í viku eða eitthvað og þú mátt ekki setja peninga þannig af því að það verður að minka og við lifum bara á rosalega virkum tímum niðurskurðarstefnu sem að býr til ofboðslegt fjárhagslegt óöryggi og kyndir undir það að fólk fara að upplifa, það er ómikið vesen að hafa spötn í skólunum skilji, að þau eru dætt í gólfið út af því sem svona félagslega svona mismunar vald. Já, og þá þetta er það vandamálið. Þú getur lagt áherslu á gamla fólkið og börnin og þetta og þú þarft ekki að segja það en þú ert kannski þá að útiloka innflytjendur á sama tíma. Þetta er það sem er svona sem er svo villaus laumu útlendinga bara með því að eins og við höfum séð stjórnum að gera. Þetta er næstu kynslóð, þetta er fjárfesting í en hluti af þessari niðurskurðarstefnu er niðurbrot og réttindi launafólks og niðurbrot á skipulegri verkalýðshreyfingu og það er, sem að náttúrulega hefur gengið hvað lengst í Bandaríkjunum og það er alveg margir með fleiri gráður en ég sem hafa bent á tengslin á milli þess og þessu uppgangs þessara hægri öfgaafla og þetta er bara málefni númer 1 á vettvangi alþjóðlegu verkalýðshreyfingarinnar er bara hvernig getum við staðið vörð verkalýðshreyfinguna
réttindi vinnandi fólks og þar með komið í veg fyrir frekari uppgang þessara hægri öfgaafla. Við erum í frekar góðri stöðu til þess að gera þetta á Íslandi en þegar við verkalýðshreyfingunni að vara við einhverjum gulum stéttarfélögum eða einhverjum svona, þá finnst sumir að hljóma bara hvað skiptir þetta einhverju máli en allt svona skiptir höfuðmáli því að þetta er vörn samfélagsins gegn því að bara arka í áttina af fasisma. Þetta skiptir gríðarlegu máli. Svo fljótt að vafa upp á sig, eins og maður sér þetta í Bandaríkjunum. Ég man, þegar Reagan kemur, ég náttúrulega er barn þá, maður sér bara, þá var kreppu og það var eftir þann kreppa, það byrja möldu nýður. Allt þessi stór stettufélaga barátta sem var samhliða og þetta er engin tilviljun samhliða Civil Rights Movement að þarna var hvað mestu svona hreyfing í þann átt að fólk voru að ná fram úr bara hinn venjuleg vinnumann Örstuð frá þér þetta ekki sá þegar vantaði orðið en svo þegar ég hleyp ykkur hérna út í súrefni Jú, ég ætlaði bara að taka undir með Höllu hérna, með þetta og það að við höfum möguleika á að standa vörðum kerfinu okkar ennþá, en þetta er svo skrítið sko, því að tíðarandinn í veröldinni er svo eindregið fasískur og sumstaðar er bara búið að implementera fasísma alla leið og sumstaðar er bara komið hálfa leið og eitthvað svona sko og það getur fjarað undan okkur býsna hratt sko, þannig að ef við pælum ekki í þessu núna, ef við stöndum ekki vörðum kerfinu okkar núna og viðurkennum það að við ráðum sjálf og höfum sjálf valum það hvernig samfélag við ætlum að byggja. Ef við meðtökum það að við þurfum alltaf að hlaupa eftir dyndu milljarðamæringarna sko, þá bara missum við út úr höndunum, það gerist hratt og það gerist einhvern veginn við erum bara með, Bandaríkin eru bara eins og sýnikensla fyrir okkur sko. Það voru reynda réttindi fólks ekkit endilega neitt mjög sérstök þar þó að það hefði verið sagt vera en þetta fór bara fólk hefur bara enga rétt ef æs kemur núna með byssur og kylfur það bara þarf engin að sína handtökuheimild eða neitt, fólk bara hverfur þau hafa það rétt en það er engin að virða það þau eru að reyna, þau eru að tala að taka það rétt frá en ef að rétturinn er ekki virtur hafa þau þá réttin? Það er góð spurning. Þau komast upp með það rétturinn sem ekki virtur sko, Herði, þetta er búið að vera dásalegt tíminn hefur hlupið frá okkur en ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með mér Halla Gunnarsdóttir formaður VFR, Þórir Jónsson Hraundal miðstrandafræðingur, Nikolí Móstig doktorsnemi og Sigtryggur Ari Jóhannsson ljósmyndari og blaðamaður var ekki flott hjá mér svona án þess anda eftir örstuð skilaboð þá kemur Gunnar Smári ásamt Sofíu Bjarnadóttur þau ætla að ræða einhvers konar brjálaði á miðjunni. Þetta er áhugavert spjall. Ég minni ykkur á að á samstöðum.is er hnappur þar sem að hægt er að gerast áskrifandi og biði ykkur endilega að vera með í þessu stór skemmtilega batterí sem hér er. Ég þakka fyrir mig í kvöld. Takk fyrir þetta, gaman. Öfgamíðin. Já. Vil það fara að tala um öfgamíðin? Nei, hvað er að fara að tala um? Já. En ert þú með glimmer í honum? Ég var alveg...
Helst að lesa og ég komst að því að bókin sem ég langar til að fjalla er Áður en ég brjálast, játningar á miðjunni eftir Soffíu Bjarnadóttur. Og að því það nú miðvikudagur og mitt sumar þá passar þetta allt saman voðalega vel, Soffía, velkomin. Takk fyrir, takk. Takk fyrir að koma hingað að tala þessa bók. Og ég er komin í miðja bók, svo þetta sé allt í stíl. Allt í miðjunni? Já. En miðjan er... Þú ert á miðjum aldri, samkvæmt bókinni, en það eru fleiri miðjur þarna líklega? Jú, þetta er alltaf, undirtitillinn er játningar á miðjunni og það er ýmsar miðjur. Ég náttúrulega svona, þetta er sjálfsævisöguleg skáldsaga, skáldævisaga, einhver sagði. Já, og já, og miðjan svona, miðja lífs og dauða, sagði nú einhver, sem ég veist líka mjög gott að segja, að við erum alltaf einhvers staðar mitt á milli lífs og dauða. Hvað aldrei sem er, sko. Já. Og já. Má ég spyrja af hverju skrifar þessa bók? Já, sko fyrir það fyrsta þá átti þetta að vera pjúra skáldskapur, þó hann væri alltaf byggður kannski á minni reynslu. Og þá, hann átti að vera konu sem er mjög upptekin af góðsögum. Og sér góðsögur speglast í öllu í heiminum í dag og svona út frá því sem er að gerast í heiminum bara svona síðastliðin árin þá hún svona sjálf að missa tökin og svo byrjaði ég að skrifa þessa sögu og fann að þetta væri í rauninni mín saga að það væri bara... Varstu hissa því? Nei, ég var ekki hissa á því, en þróunin varð bara svoleiðis að ég varð bara að fylgja því, sko, þú veist. Og og gerði það, þú veist. Og þannig að ég er líka, sko, ég held þetta átti ekkert að verða einhver uppgjörsbók. En hún er það kannski, já, á einhverju stað, sko. En svo eru líka bara óður til, óður til lífsins, sko, og skáldskapar. Og svo langar mér að segja frá ýmsu sem að ég skrifa og þá finnst mér það besta leiðin mín, sko, til þess að segja frá sögum sem eru bæði fallegar og ljótar, sko. Og ég held að leiðin þín til þess að skilja þig eða jafna þig. Heiminn líka bara, já. Og þerapísk skrif, þerapísk? Já, það er það alveg líka, sko. En þú veist, það var ekkit svona upphaflega sem ég, þú veist, byrjaði að skrifa út af því, sko. En þau þróuðu svolítið þannig, já. En já, hluta til þetta inn í þá bókmennagrein sem er svona játningar. Já. Og þá það, við gætum, og það er ekkit niðrandi, svona sjálfshjálparbækur. Nei, sem er bara hluti af einhverju menningarbyltingu sem á sér stað að fólk kemur og segir sína sögu af sínum forstum. Einmitt. Þetta er að hluta til þarna inni? Já, það er alveg svona, ég nýti alveg þræði úr því formi, sko, þú veist. Og ég meina, ég bara, sko, hugsa líka bara til ýmissa skálda, sko, ég meina, Ágústínus, játningar hans, það höfðu mikil áhrif á mig, þó ég sé ekki að bera mér neitt sama við slíkt verk, sko. Það má alveg, sko. Og og ég meina, svo bara, þú veist, bréf til Láru, þú veist, Þórbergs, Þórguð Þórðars, ég byrjaði svolítið mikið að hugsa þá sögu því ég byrjaði að skrifa að því þetta er svolítið brotakent, þú veist, sem svo tengist saman. En síðan er þetta allt annað en súsagar og þannig er hann alltaf með svo margan innblástur, þú veist, hann kveikir í ykkur og umbreytist í eitthvað allt annað. Já. Þórbergur, þetta með Láru virkar svolítið að því að hann býr til svona, hann eiginlega verið frjálsari í frásögninni sem þú hefur engan, það er ekki sem hann tekur að við þessu hjá þér. Nei. Þetta er svona innra tal. Já, akkurat. Það sem hann gat eiginlega svissað yfir og bara haldi fyrirlestur eitthvað. Já, og fyrir kannski meir út í þjóðfélagsmálu þetta, sjálfsög. En ég geri það alveg líka á bara minnhátt, þú veist. Ég var alltaf verið með pólitísk en einhvern veginn haldið skáldskapnir og svona frá
pólitík og fundist mikilvægt að vera svona handan við það einhvern veginn. Það bara ekki verið í tísku að vera með pólitík í listinni? Sko, ég held pólitík sé alltaf í listinni. Skilur þú veist, en ég bara, mér hefur ekki kannski fundist það skemmtilegasta listin endilega, sem að svona... Það endar í því að höfundur heldur ræðu í lokin. Já, svona predikun, sko, já. Þannig ég vildi ekki vera predika, en kannski alveg smá inn á milli svona lúmsk predikun í bókinni. Þannig að því að segjum þetta sé hluti af þessari menningabyltingu sem að búið að vera undanfarin kannski svona mikið undanfarin 20-30 ár sem falleg sko, það sem er alls konar fólk, svolítið konur, en líka bara... Guðbergur Bergsson náttúrulega. Já, það er svona endurminning sjálfsæfisaðan. Ég er nefnilega frekar að tala sjálfshjálparbækunar eða þann flokk sem er það sem að hópar fá rödd og segja sína sögu og koma þá oft með áföll og eitthvað fleira sem hefur verið litið framjá. Já. Þannig að eitthvað leiti er þetta svona menningabylting. Lilja Ingólfsdóttir frábært viðtal sem þú tókst hana. Ég var bara alveg rosalega snortin yfir því. Já, mér fannst þannig bara því að hún gerir verk sem er byggt á sjálfshjálpar svona bókmenntageiranum, greininni. Já, eða þess að autofiksjón svona, en þú ert náttúrulega með endalaust skáldskap, en hún var ekki með það, hún var bara byggði sitt á, þetta er líka þerapísk saga sem hún segir, og hún benti mér einmitt á þetta að það væri menningabylting og ég pröfaði þetta á nokkrum síðan, til dæmis Elsabetu Jökulsdóttur sem er í miklum játningu að skupinu, ég meina hún er einmitt. Og hún talar þetta að sé bara byltingin sé í gangi. Já. Upplifir það þannig að... Mér finnst þetta bara áhugavert sko. Ég hef ekki kannski upplifað þannig alveg. En mér finnst samt mér finnst bara berskjöldun af hennu góða sko. Almennt séð. Og því ekki í skáldskap líka. Það er ekki allur skáldskapur að vera þannig. En mér finnst það geta fært okkur margt nýtt og annað. Þegar fólk berskjölda sig. Og við þurfum að láta alls konar fólk berskjölda sig fyrir menninguna. Það sem eru góðar og gildar sögur. Það séu svo fleiri raddir í kórnum og fleiri sjónarmið og fleiri miðjur. Já, ég meina það hefur hjálpað mér ofta, þú veist, að heyra sögur annara og þú veist, ég meina, örugglega þér líka, skilurðu, að þegar maður heyrir reynslu annara og samsama sig, eða bara lærir eitthvað alveg nýtt sem maður hafði ekki hugmynd og þannig að ég veit ekki, sko, ég held líka, ég sé svona, það er eitthvað kennsla í þessu líka falin í þessari bók, sko. Þú hefur auðvitað skrifað það þannig að þú ert að átta þig á einhverju þig, eða ekki? Jú, líka. Það er svona þerapísk skrif. Já, svona í og með, sko. En hún er alveg, sko, byggð upp sem skáldsaga bara, alveg, og ég er alveg svona úthugsuð sem skáldsaga, sko. Þú veist, með upphaf, miðju og endi og, þú veist, hvörfum en hún er náttúrulega óhefðbundin samt sem slík. Alveg. Þess vegna myndist ég á Lilju að því að hún, það er eiginlega bara úr svona þerapíu, eiginlega hvernig hún byggir sögun og þroski persónunar. En þú ert þarna ung ákveður að vera rithöfundur og ert búin að vera að reyna að lifa inn í bókmenntaheiminum. Einmitt. Og ert að reyna að skilja sjálfa því svona frekar út frá bókmenntum heldur en sko seinni tíma sjálfshjálparbókum. Alveg satt, já. En ég hef samt sjálf, að þú talar þetta form sjálfshjálparbækur, að við lesum mjög mikið, alveg bara mjög mikið, sko, í gegnum tíðina og við erum bara svona alveg, tekið alveg fyrir, sko, bara bækur haminguna, þunglindi, þú veist, og bara, að elska sjálfan sig og svo framvegis, sko. Og mér finnst það oft geta alveg, sko, eins og það geta verið svolítið, einhæfar, þú veist, að þá geta þær oft hjálpa manni í einhverju tilteknu máli hér og nú, sko, og einhverju einsetning sem að hjálpar manni? Já, einhver þráður sem að leiði mann á næstu, eitthvað skilurðu, þú veist, þannig að já, það hefur alveg verið þannig að... Það er oft leiðilegra, svolítið leiðilegur tónn í þeim, svona
Já, kannski að einfalda málið. Svona skóla kennara einhvern veginn sem eitthvað búin að ná þekkingunni og vera tróðin ofan í mann. Og textin oft ekki skemmtileg, sko, ekki seiður eða, veist, ekki ljóðuræn, já, en það nú margir sem ekkit hrifnir af ljóðurænu, sko, þannig að ég reyndi að vera ekki of ljóðuræn í þessari bók. Að því að hérna... Það ekki allavega, þú lítur þó að gera það í seinni hlutunum, það ekki það sem ég búin að þessa. Nei, ég reyndi að vera svolítið skýr, sko, þannig að því ég kannski var að reyna að finna skýrleikan líka í gegnum skrifin, sko. Ég sá ykkur á setningu daginn sem var einhvern veginn þannig að það virðist vera því fleiri sem að skrifa leita okkar hamingjunni því færri verða hamingjusamir. Það var líklega verið að vísa í allar þessar bækur hamingjuna. Já, einmitt. En ég veit ekki alveg hvort að sjálfsjálfarbækurnar hafi hjálpað okkur svona heilt yfir. Ég held að geta alveg hjálpað okkur ímislegt, sko, ímislegt svona að skilja eitt og annað og við erum ekki eini tilverunni með hlutina og svoleiðis, sko. En það eru náttúrulega bara takmarkaðar. Þannig að, já. Það einu miðjan hérna miður aldur. Einmitt. Og þú gerir ekki lítið úr því. Þetta eins og þetta alvarleg tímamörk. Já, skil. Já. Eitthvað svona hugmyndum að þú sett búin með eitthvað hlutaæfinar. Kannski börnin þau komin á legg. Já, akkurat. Það svolítið það að vera með uppkomin börn og þegar maður átt að sjá, ég var móðir mjung og að þú veist að átt að sjá því að allt lífmanns hefur snúist þau og það ekkert slæmt, sko, en ég bara fattaði það ekki, þú veist. Mér fannst ég vera svo upptekin af svo mörgu öðru líka sem ég auðvitað var, þú veist, eins og bókmenntum, en svo það, þú veist, þau hafa verið allt mitt líf og hérna allir klukkutímarnir og mínúturnar, skilurðu, þannig að að ég þurfti svona aðeins að, þú veist, þetta gerist ekki einnig nóttu, en þú veist, ég þurfti svolítið svona að endur hugsa veröldina, þú veist, þau eru alveg ennþá í lífi mínu, en þú veist, ég fluttað heimann. Já, ég reyndar yngsta stelpa býr hjá mér, en hún komin yfir tvítugt og alveg sjálfstæð og skilurðu. Já, og hérna... Þannig að það eru skil. Já, það eru skil, sko. En allavega í byrjuninni að þá reyndar persónan eða þú, eins og sem koma úr okkur þunglindi. Ég veit. Ég veit ekki hvort að það tengist þessu? Kannski að einhverju leyti, það þarf ekkert að vera, þú veist. Að einhverju leyti, þú veist, þetta með tilganginn. Þú veist, ef tilgangurinn hefur verið svolítið eggin í einni körfu, sko, þú veist, og þú veist ekki lengur tilgang þinn, sko, þú veist, þá hérna, ef mann hefur verið með undirliggjandi þunglindi, sko, þá alveg hætt við að það, hérna, svona, bæri á sér aftur. En hérna, þetta líka frelsandi. Maður sér það bara á, hérna, konum á miðjum aldri. Já. Þær eru, ef þú fer bara í leikhús og tónleika eða gengur á fjöll eða eitthvað, þær eru alveg á fullu, þær eru eins og þessi, sko, þetta sé frelsun. Já, við erum alltaf að tala breytingarskeið sem, sko, bara eins og nýtt úlings svona tímabil, sko, þannig að þú þarft að upplifa allt aftur eða á nýjan leik og... Það bara frels aftur. Já. Og það getur verið svona bara... Aldrei virðingu fyrir börnunum? Já, absolutt. Gleymum þeim ekki. En hérna, já, þú veist, það svona, þú veist, allar breytingar eru náttúrulega erfiðar kannski. Þó getur verið einmitt hressandi og mikilvægar. Og hérna, og þetta náttúrulega bók breytingar í svo víðum skilningi, sko. Svona bara... öll þessi skeiðbreytingar sem við göngum í gegnum, sko, þú veist. Ég tala líka stúlku sem að byrja á blæðingum og þú veist, sem ung móðir og hérna, þú veist, og svo ástina og svo transferli sona míns og þú veist, dauðan og ástina og þú veist, sorgina og þú veist, þetta allt breytingar, þetta allt breytingaferli og svo líkaminn sem að hérna, breytast með aldri og svo þetta blessa breytingaskeið sem að, þú veist, svona, ég veit ekki hvort það ekki lengur tabú, það nú rosa mikið talað það, en leið það ekkit rosalega mikið í bókmenntum, það nýlega að koma inn í bókmenntir. Það má ekki segja, sko, ég er bara rosalega heitt með bara svitna, þá segir ykkur að maður svo breytingaskeið. Já, þetta er komið. Það svo mikið lítið tabú. En það svo stutt síðan, samt, sko, veist, það svona, þannig að
Já, þetta svona, veist, svolítið þokukent tímabil, sko, að fara í gegnum, sko. Getur tekið 10 ár, sko. Þannig að... Það svona einhver alvarleiki yfir þessu miðju sem ég veist, komið svolítið óvart. Því að þú ert ekki svo gömul, ert ekki bara... Ég er 50. 50. Já. Meðalaldur kvenna held ég að sé 84 ár, 34 ára eftir. Já, við vitum ekkert það, sko. Það jafn langt og síðan þú var 16 ára. Já, það svolítið langt, já. Það eiginlega öll, meirinn helmingina fullorðis árunum eftir, sko. Þannig að akkurat. En það er svo persónan sem einhverja svona tilfinningunni að þetta sé downhill hérna frá. Já, nei, þú veist, það er kannski það, hún er stödd á stað og þetta er skálduð útgáfa mér, skulum við segja, hún er svolítið haltrandi með brotna tennur og og hún er stödd í þoku, í kalíma, svona ástandi og þú veist, hún veit ekki alveg þú veist, er hún að leiðin upp eða niður, eða hvað, sko. Og hún er náttúrulega að koma líka út úr þessum, hún fjall niður, eins og hún segir. Hún fjall niður á einhvern svona óræðan stað og er að fikra sig bara upp af þeim stað og hún er náttúrulega stundum líður henni náttúrulega eins og bara þetta sé ekki búið, sko. Eins og mann gerir kannski þegar maður er í djúpu þunglindi, þú veist, það verður allt svona eins og bara svona svartu veggur, sko. En svo, þú veist, koma allar þessar minningar og hún hugsar það einmitt, sko, hvar ligg ég í öllum þessum minningum? Hvar liggur mín leið í gegnum allar þessar minningar og svo áfram eða ekki, sko. En það er ekki eins og það sé, sko, að það sé bara downhill, þú veist, nú bara hérðan í frá, sko. Óvissa framönda. Já, þetta er svona... Hún er líka að koma úr döprum tíma. Já. Ég man ekki hvort þú setja vitni í einhvern eða hvort þú sér það sjálfa að það verið þunglindi sé eins og verið ástasorg yfir sjálfsins. Ykkur sem hefði geta verið svona týnda lífsgleði. Já, þetta er bara svona mín upplifun. Þetta er svona á mörkum þess að vera þunglindi og svona deburs. Melankólía. Melankólía sem að fólk getur oft verið í dvalið í langdvölum. Absolutt, fólk getur verið þarna bara alla ævina. Já. Og svolítið hættulegt náttúrulega, sko. Að þú veist, maður kannski klæðir sig í það líka, sko. Og svona skór. Já, nákvæmlega. Svona einhver hellir sem maður felur sig í. Rakur, hlýr, hellir sjálfsvorkunar. Já, akkurat. Þó ég myndi ekki segja að þunglindi sé neitt sjálfsvorkun. Það er bara svona mjög alvarlegur sjúkdómur, sko. En auðvitað, það er virkilega hluta af... Það sem ég skilja eftir þess að geta verið þunglindi og svo eitthvað debur og það er eitthvað svæði þarna á milli sem að margir kannast við og það er... Maður þekkir það bara fólki sem maður hittir, það er svona mjög stór lífslogin í fólki. Já. Algjörlega, sko. En ég, sko... Hittir fólk sem var mjög lifandi og svo hittir maður það kannski 6 árum setna og þá finnum maður það bara login er miklu lægri. Já. Og það er þetta með vonina sem við tölum áður við komin inn, sko, að það er alveg rosalega mikilvægt í náttúrulega öllu, en þegar maður er að glíma við svona, að það er að, þú veist, að missa ekki vonina, sko, fyrir sína eigin, þú veist, sín eigin lífsloga, þú veist. Og þú bara missir hann, þú getur í staðið fyrir framan og settir að finna vonina. Og við erum náttúrulega bara að reyna að hlúa einhvern veginn að þessum litla neista, þú veist, ef við erum ennþá að draga andan, sko. Þannig að, og niðurstaðan er náttúrulega, þú veist, að andadrátturinn, þú veist, er okkar heimahaf, sko, þú veist, það er það sem við höfum með að við erum hérna, okkar eigin andi. Já. En þú mistir hann eitthvað frá þér eða? Já, ég meina að ég hef alveg glímt við það, sko, að og mér finnst svo mikilvægt að segja frá því og á einhvern svona rosalega, ég hef samt tekið eftir því að fólk bregður einhvern veginn við það samt, sko, svolítið, að lesa um það, sko, og ég hélt einhvern veginn við værum búin að tala svo mikið um þunglindi og bara geðrænar áskoranir, sko, og hinn ýmsu áföll og svona, að það væri kannski bara búið að tala of mikið um það eða eitthvað, en ég held svo fyrir hugsa, nei, svo er það ekki. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við þurfum endalaust að tala um eins og ástina og dauðan, sko, þú veist, og
margt fleira. Sko. Kannski það þannig að það sé talað það að sé viðurkenning að ég sé að glíma við andlegar áskoranir, en kannski það ekkert svo mikið að ræða sko hvernig það birtast. Nei. Ég held að það sé frekar þannig. Svona alveg birtingamyndin bara. Við erum að sagt okkur við stimpillinn má vera, en við erum kannski ekkert svo miklu nær, sko. Nei, það kannski stundum vantar svona bara raunverulega skynjun og þekkingu á því, sko. Þú veist, það er svona mín tilfinning oft, sko, að en fólk verður þakklátt, sko, samt, að það sé rætt Svo þetta enganlega reynsla, hvernig það birtist. Já. Auðvitað. En af því að þetta sjúkdómavætt að þá þarf sjúkdómurinn að vera eiginlega óenganlegur, það þarf að vera almennur. Já. Þannig að kannski það sem í umræðinni kannski eins og bara skuggamynd af upplifun hvers og eins af eða af aðstendendum líka, þú veist, það oft kannski ekkert endilega sá veiki, þú veist, að tala og allavega, þú veist, þannig að En þetta náttúrulega bara einn liður, sko, í bókinni, þú veist, sem alveg mikilvægur að og það hluta þessu tímamótum sem að hún eða þú hann segir hann Bjarni Karlsson einu sinni að það sé svo mikið þetta og ég tek það frá honum að lifa, sko, í ljósi reynslunar ekki í staðin fyrir skuggareynslunar, sko. Og mér finnst þetta svo fallegt, sko. Við erum náttúrulega alltaf með bæði, kannski, ljós og skugga reynslunar. En núna finnst mér að náttúrulega svolítið út frá bara öllu sem í gangi í heiminum, finnst mér alveg bara, það er svo mikill skuggi yfir að mér finnst eiginlega vallagt að segja að við bara lifi í ljósinu, sko, lifi ljósi reynslunar. En það það samt sem ég að reyna kannski að skrifa Þú meinar að heimurinn sé svo slæmur að við megum ekki brosa? Nei, ég meina, ég er kannski ekki alveg að segja það, en þú veist það bara, mér finnst bara rosalega skuggi yfir og sem að lúrir bara og ekkert bara lúrir, þú veist, hann bara mjög áþreifanlegur, stór. Ég talaði við fólk frá Palestínu hér sem að segir að sko að mæta þessum hörmungum sem að ganga yfir ekki kannski sem við ættum að gera að fagna lífinu. Einmitt, akkurat. Já. Það bara góð áminning að heyra það stundum að okkar hlutur sem að við höfum að njóta þess og við höfum að halda hátíð og faðmast og gleðjast og njóta þess að hafa frelsi og líf. Já, án þess að sko að fela, þú veist. Nei, skilur það er ekki höfnu, það er ekki flótti. Nei, einmitt. Og þú veist, í lok þessara bókar þá þú svona þú dreigir það einmitt svolítið saman, sko, að þú veist, þetta samt hvað fegurðin mikilvæg, sko, að halda henni alltaf á lofti, þú veist, hvað sem hún fyrir okkur, sko, þú veist, hún skáldskapur, hún tengsl, hún börnin okkar, náttúran, þú veist, en þú veist, að hún það sem að, þú veist, ég að skrifa um fegurð og og að tegja okkur eftir henni. Já. Það eins og maðkurinn sem í drullunni og reisir upp höfðið til þess að horfa til tunglsins. Þetta þannig heimsmynd? Að fegurðin sé eitthvað sem við náum ekki en verðum að geta tekt okkur eftir því annars sökkum við bara ofan í svona skít. Ég held að fegurðin sé alveg bara, þú veist, hún alveg innra með okkur og þú veist, hún ekki bara eitthvað langt í burtu, sko, þú veist, alveg svo Guð. Því þú veist, ég talaði svona trúarleg tengsl, sko, og það svo einstaklingsbundið hvað Guð sko og og hversu mikilvæg hverju manneskju sálir okkar eru ólíkt samansettar, sko. Mikið rétt. Sem ég get ekki lifa nema að hafa svona andlegan botn í sínu lífi en aðri bara þurfi ekki á því halda. Nei, einmitt. Það oft svolítið togstreita þarna, sko, já. En þetta líka, við erum öll svo mótsagnakend, þú veist, bara yfir að, þú veist, já, við erum bæði góð og vond og allt á milli, sko, og alveg svo heimurinn, þú veist, heimurinn bæði, þú veist, algjör skuggadalur og, þú veist, hryllingur og svo hann líka alveg bara lífsfögnuður og hamingja og fegurð, þú veist, og þetta allt á sama tíma og ég vil bara, þú veist, innra með okkur, sko. Og þetta svo mikil hrærigrautur og við kannski, vitum ekki hvað við gera við þetta, sko. Það óendanlega sorglegt en líka
fallegt að vera manneskja, eins og einhvers staðar í þá verðum. En að því að ég byrjaði með svona sjálfshjálparbækur og þú ert býtur það í þig kornung að vilja vera rithöfundur. Varst búin að vera þar síðan? Ekki aldrei efast? Nei, ég var svolítið lengi að fara að gefa út. Já, það bara þannig. Já. En það þú ert ekki að efast að... Nei. Þetta var allavega bara svo sterk þrá, þú veist, og löngun. En að því ég var með þetta í huga þegar ég var eitthvað að lesa þetta, að þá var ég að byrja þetta saman við svona játningabækur í nútímanum. En það sem að þú ert með svona þessa hugmyndum mikilvægi skáldskaparins og þá ert að sækja í svona menninguna og litteratúrin. Sko frekar heldur en kannski svona sem í sjálfshjálparbókum sem þá einhver svona fræði og sagnaheimur á síðari tímum. Og ég fór að velta fyrir mig, það endilega víst að þessi menningarheimur sé góður til sjálfshjálpar? Því að það vantar nú ekki melankólíuna sem þú getur sótt inn í helliðinn, ef þú vilt vera í honum, að þá eiginlega langsniðast að renna inn bara skáldsagna bókasafninu þannig inn. Já. Til þess að næra sig í því að vera í svolítið depurð. Já, eins og skáldskapurinn fjarlægð frá öðru fólki. Já. En þú veist, það gefur manni svo mikla sjálfsþekkingu samt, skáldskapur. Já, mér finnst það. Og bara þekkingu á heiminum og innsýn og þú veist, opnar skilningavitin og þannig að og það held ég að geti verið mjög heilandi þó það sé ekkert bliss alla daga þú veist en ég þú veist, ég hef ekki trú á skáldskapurinn endilega bjargi heiminum en hann rosalega sterkt afl, sko, umbreytingarafl og afl, mikilvægt og hefur mikilvægt í mínu lífi, sko. Mikilvægt umbreytingarafl en bjargar ekki heiminum. Hvað gerir hann þá? Eins og ég sagði, hann gefur okkur innsýn og veitur okkur meiri skilning á því hvað við erum að gera hérna og af hverju við erum hér, sko. Það allavega svona, þannig líður mér allavega núna, þú veist. Og svo bara veitir hann alveg mikla fegurð, líka þó hann sé að segja frá grimmum atburðum, þú veist. En hann gefur manni svona sögu til að lifa innan. En hann náttúrulega, hann eiginlega sagan, þannig að þú fellst bara inn á að flytja inn í hann. Já, það alveg satt. Að þú veist, maður stígur svolítið inn í þann heim og lifir pínulítið í honum. Myndi aldrei sleppa? Nei. Þegar þú verður bara að... Ég svolítið föst, sko. Hann stór hættulegu líka, sko, skáldskapurinn. Og hann og ég þú veist, fjalla mikið góðsögur í þessari bók. Og það eru náttúrulega mjög hryllilegar oft og en svo ég veit að það svo rosalega mikla, ég myndi ekki segja gleði, en svona, okkur að fullnægi að það eitthvað miklu stærra og meira en þú veist bara ég, hakk og spagetti mánudagur, þú veist, og fréttinar í útvarpinu, þú veist, það stækkar allt svo mikið og það finnst mér mjög mikilvægt að lifa þannig í skáldskap því hann stækkar einhvern veginn heiminn. Upphefur, já. Þú veist, stækkar það líka, þú veist, fleiri víddir, fleiri herbergi, fleiri himnar, þú veist, það þannig. Allavega, þannig lifi ég, sko, svolítið, í þessum klísju að lifi í skáldskap, sko, En þessi persóna gerir það? Hún gerir það, já. Þannig það allavega einhver hluta þér? Einhver hluta mér, já. Kannski einhver hluta þér bara í hakki og spæti? Já, vissulega, sko. Og bara, þú veist, í algjörum tómarúmi, sko. Þetta skáldæfisaga. Var ekki Guðbjörgur sem var bjóð það orð til? Jú, þetta orð, skáldæfisaga. Flott orð. Mjög flott. Autofiction. Og síðan hafa bara allir verið að skrifa svoleiðis. Nei. Mikið. Það mun meira núna en segjum fyrir 60 árum. Já.
Jú, þetta er allavega svona meira opinberra, skulum við segja. Já, og tengið svolítið svona eins og játningum, að það eru meira kvenhöfundum sem hafa verið þarna og kannski lengra aftur í tíman, sem að þú þarft kannski að skilja stöðuna í. Náttúrulega fyrir löngu, sko. Mjög flott. Ég velti verið með að þú rifjar upp svona þig á ýmsum stöðum. Og því að ég er stundum að taka svona lengri viðtöl ævisanna viðtöl. Ég hef svolítið veltið fyrir mér að því ég er að fá fólk til að rifja upp hvernig það var þegar 12 ára og 7 ára og hvernig mann fyrst eftir sér og hvort það upplifið að vera velkomið í heiminn og þá er ég svolítið að velta fyrir mér þegar maður eldist hvort að allt þetta fólk sem að maður hefur verið sé einhvern veginn ekki alltaf með manni. Og ég var að hugsa það þegar ég var að lesa þessa bók að þessar Sofjur væru að þú myndir hlaðast upp frekar heldur en að þú varst að lýsa því einhvern veginn leið sem þetta að fara heldur að maður svona frekar hleðst maður upp. Margar sjálfsmyndir þá meinar eða svona unga og mér fyrir alltaf fundist maður er á öllum tímum áfram sko, ég er ennþá Þú veit að það umbreytist þannig að púpan verður eftir. En sko en mér finnst flott að segja þetta sko að því að ég vil bara alltaf upplifa mjög sterkt að ég er í senn, þú veist, ung og gömul og líka sko í framtíðar, þú veist, ég er þegar nýræð, og samt trúi ég ekki beint á eitthvað, þú veist, fyrir lífið eða svoleiðis, en mér finnst alltaf maður vera staddur á mörgum tímarskeiðum innra með sér á sama tímar sko. Þú finnur þetta stundum í öðru fólki sem er stundum sagt að það sé gömul sál og eitthvað svona. Stundum verður með að vara við þetta. Það er gaman oft með börn, sko ung börn, eða þú veist, ég vil bara kannski 5 ára, 7 ára, að sjá allt í hennu, þessi manneski er líka bara háeldruð, einhvers staðar inn í sér, sko. Þú veist, þú sensar það. Samblanda barni og gamalli konu. Já, og svo verður maður líka eins og, sjálfur eins og 5 ára, þú veist, reglulega. Þannig að því að þú notar svolítið svona umbreytingar, talar bókina, með þess að þýðandan. Já. Það kemur ekki fram eitthvað að það hafi verið í tímum hjá Kristjáni? Kristjáni, jú. Þetta er svo flott verk sko og svakalt að þýða þetta. En hann alltaf þýðir þetta ekki í bundnum máli, heldur prósa og en alveg merkið að fá þetta íslensku, ég hafði alveg lesið þetta á ensku áður sko, en mér finnst það svo mikið búið að svona móka flórinn fyrir mann að það er búið að þýða. Það bara flýst inn í manns menningarheim. Það er með þau að þýða allt bara. Algjörlega. Að þessi bókskón líka bara ummyndanir, óvíðs. Þetta er náttúrulega bara... En hann kendi þér, Kristján? Jú, hann kendi mér alveg. Hann er svona maður sem lifði eitthvað liti í skáldskap og í grísku. Já, algjörlega. Hann kendi mér guðdómlega gleðileikin Dante og ég get aldrei annað en einhvern veginn séð hann fyrir mér einhvern veginn leiða mig þarna niður Inferno og upp í Paradiso já, hann var gjöfull kennari, klár já, svona djúpvitur. Já, akkurat. Hann sagði ég vilt ekki svona að þetta er bara svona heldur, spurði eða hvað heldur þú? Alltaf svona, Já. Svo eru myndanir, það er sonuðinn. Já, akkurat. Sem að skiptir kyn í bókinni. Já. Og þú talar það og það var mjög áhugaverður kafli. Svona eins og mína reynslu á því, sko, þessum aðstandandi, að ég náttúrulega tala það ekki fyrir hans hönd, heldur, en auðvitað samþykir hann. Reynsla fóreldris af barni sem að, við getum sagt bara að sömuleyti á þetta kannski skilt við að þegar fólk kemur út úr skápnum. Einmitt. Og hvernig ég talaði þar síðan helgi við Pál Óskar þar sem var að lýsa því að sko foreldrar hans eiginlega lifðu það ekki að sætta sig við það. Nei, einmitt. Það var samband hans við pappa sinn varð aldrei samt. Nei,
í dag finnst manni það bara svo undarlegt sko. Já, það kemur fram með þér að því að sko svona skiptur kyn fyrir einhverjum árum síðan og þá erum við minna að tala Já, einmitt, það hefur svolítið mikið gerst gott í umræðu transfólk, þetta líka slæmt en það hefur svo margt opnast bara á fáum árum, 5-10 árum sko og hann var eiginlega aðeins fyrir þennan tíma sko. Og þú líka Já, akkurat og ég var svo hrædd fyrst sko ég var hrædd við þessar líkamlegu breytingar sko og ég bara viðra þær sko reyna að telja nógan að því Já, sem náttúrulega alveg bara í dag bara fáránlegt sko þannig 30 kallmaður í dag sko og þetta er bara engin spurning og skilurðu, þú veist, það er langt liðið og engar efasemdir eitt í neitt sko, þetta er bara, þú veist, tilveran er þannig en þetta var rosaleg svona mikil höfuverkur sko, þú veist, en það var líka því, þú veist, hann búið að vera erfitt hjá honum og sem er nú oft hjá transinstaklingum, þú veist, við erum búin að vera náttúrulega berjast við að vera í röngum líkama, röngum kyni. Oft upplifað svona hluti og höfnun og stundum bara ofbeldi og það er náttúrulega bara við samkynhneigt fólk líka, það kemur oft svo við veitum nú aftur í Páll Óskar hann sagði bara farið til sálfræðings bara við komum til skápnum sko. Bara fixa þetta. Já, það er nefnilega, við komum ekki alveg heil út sko, af því að reynslan áður en við komum út, hún markar okkur og það er ekki góður farangur að fara með áfram. Nei, akkurat. Já, ég sko ætlaði uppálega fyrir löngu sko, alveg fyrir svona 10 árum að skrifa engungu sögu þetta, bara svona, ekkert skáldskap sko, heldur og þá var nú alveg ritstjóri minn þá sko, hún sagði svona þetta er þú veist, ég held að þú munir skrifa alveg rosalega vel þetta seinna en þetta er ekki tilbúið, þetta er svo nýtt og ég er mjög fegin sko í dag. Þetta var svo, þú veist, það var svolítið bólgið sko sem að þú veist Þú ert ekki komið nógu langt frá þessu. Já, akkurat sko. En þú ert ekki komið nógu langt frá því að vera á miðjunni, þú gerir grein fyrir því. Nei, það er nefnilega málið. Þú ert að skrifa eiginlega þetta á miðjunni. Ég er svona í ykkur hringiðu sko. Og hvað sagði ritstjórinn við því? Þetta er nú bók sem þú ert að skrifa svona 64 kannski. En það fannst þetta svo mannlegt, mennsk bók. Hún var svo hrifin af henni þess vegna. Hún var svo, breisk og falleg og svona. Þú sem persóna er það svolítið í bókinni. Já, ætli það ekki. Ekki bara að þú sitt þarna hölt og með ónýta tennur sem að þú ert kannski að tróða upp á þig, ég veit ekki. En til dæmis í samböndum við kalla. Einmitt, akkurat. Ástin, að maður finnur eiginlega til. Ég maður hugsa rosalegt vesen er að vera kona í þessum, og þurfa að standa í þessum ástarsamböndum við þessum kalla. Já, einmitt. Já, segir nokkuð. En kallarnir þurfa líka standi í ýmsu sko, held ég. Þetta er bara mjög mannlegt náttúrulega að vera að leita að ást og að tilheyra og stofna fjölskyldu og allt þetta. Ég held að tengi mjög margir við þetta, en þetta er kannski svolítið mikið vesen og ströggl hjá þessari persónu. Þessari Soffíu. Já, þessari konu hana. Já, sem hún hefur svona eins og þurfti að vera svona ferðhetjunar sko, hún hefur þurfti að finna marga lykla einhvern veginn, alltaf eitthvað vitleis og lykla einhverjum húsum sko. En á hverju að því að þú talar svolítið ástina og ástarsorg og annað slíkt. Á hverju er ástin svona sár? Bara því að við vorum að tala foreldra transbarna og þú segist bara og hefði bara vitað aðeins betur. Fjandinn hafi eftir ekki að vita aðeins betur ástina þess að hún væri ekki svona oft svona sár. Já, ég geti svarað því sko. Já. Nei. Þar hjálpa ekki allar bækurnar. Það vantar ekki að bækurnar fjalla ástina. Nei. Það er sko, skáldskapur er spurning sko, spurningar. Skáldskapur snýst ekki svörin sko. Það er bara málið. Það er svolítið svona, hjálpar okkur að spyrja
Þú sagðir að með því að lifa í skáldskapnum þá fær maður dýpri innsýn. Já, innsýn, sko, en það er ekki endilega að það sé alltaf eitthvað lausn og þar með veit ég, já, nei, ég átti ekki að fara til hægri þarna, það var vinstri og svo upp götuna, þú veist, þetta er ekki þannig. En þá spyr ég, ef það er þannig að skáldskapurinn gefur manni betri sjálfskilning og skilning á sjálfum sér og aðstæðum og samskiptum við fólk. Já. Samkennd, ég trú á því. Akkur gagnast þetta svona illa í ástinni? Já, einmitt. Þetta er mótsagnakennt, sko. Just like a woman fyrir að kemur ástinni. Ættu öll skáld að vera svona rosalega hamingjusum í ástinni sem þau náttúrulega eru flest. Nei. Nei, það er spurning, sko, einmitt. En ástin er náttúrulega bara... ég veit ekki, mér veist hún hafa verið velvið tussa, sko, verið svona... alltaf verið eitthvað vesen en niðurstaðan mín er samt að ég er ekki bara að fjalla erotíska ást, ég er að fjalla svona ástin í stóru samhengi og stóra ástin eru börnin mín, sko, þú veist, og ástin til svona bara lífsins og til, sko, sögunar, þú veist, að bara, Þú segir sögur af erotískum ástum. Já, vissulega, og það er bara mjög, mjög stór liður, þú veist, af lífin okkar, sko. Þannig að og mín lífi, sko. Og mér langaði líka kannski að augra svolítið þessu svona fjölskyldu formi og líka kannski móðurhlutverkinu og það er svona til ég þetta með feministka bók, þú veist, að ennþá í dag, þá eiga konur svolítið að vera þú veist. Bara að leita sér að maka. Já, og vera bara hluti fínar og sætar og standa sér vel og það er bara mjög ennþá svona loðir við, sko. Og og þú móðir, þá getur ekki bara verið í einhverjum hinum og þessum samböndum og þú veist, skilurðu, það er svona, en maður þarf alltaf að vera svona bara minna á að fjölskyldur eru alls konar og já. Og þú getur farið í gennum mörg sambönd á lífsleiðinni? Já, margar ólíkar ástir og ekki ástir. Já. Við vorum að tala áðan eins og með þunglindið að við varum kannski, þó að verið viðurkennt þá hefðu við kannski ekkert svo mikið talað það hvernig það birtist og hvernig það er í svona einkalegri reynslu. Og þú segir að þið langar til þess að skrifa svona ást sem að þú rekst á eða tegirð eftir eða eitthvað sem er ekki svona að finna kallinn. Það var það líklega það að við mættum kannski aðeins bara að tala meira slíkar ást. Já. Og þá var það að hugsa miðað við hvað fyrirferða ástin er svolítið skrítið ef að það er hóla. Mér finnst það eiginlega að við ættum að vera búin að segja allt sem hættir að segja helvítis ástina. Hún er samt svo stór og mikið verð náttúrulega í líf okkur allara, sko. Sko þessi að vera elskaður, veist, það er náttúrulega mjög stórt og mikilvægt fyrir okkur öll. En ég held að þessi stóra ást svona bara, þú veist, að þó svo ég sé ein og makalaus, að þá er svo mikil ást í lífi mínu, þú veist, og það er, þú veist, en svo er þetta kannski flóknasta er, þú veist, að elska, þú veist, okkur sjálf. Það er þetta sem að, hvað sagði Jung sagði, hann sagði, þú veist, að það væri það að bara virkilega fara í kjarnan og bara elska þessa manneskju, að það væri eins og að faðma glóandi járn, þú veist, það er svo erfitt og það er svo sárt og þess vegna hrökklust við oft frá því og það er kannski, þess vegna er ástin oft svo sár að við verum í vandræðum þar. Að við elskum sjálf okkur ekki nógu eða skilja. Já, eða erum í bara flokknu sambandi við það, sko, veist. Þau tengsl. Út af hinu ýmsu ástæðum, sko, já. Við erum raunverulega öll frekar svona slæmir og skemmtir elskuver. Við erum það eiginlega bara flest held ég, sko. Út af vandræðum með okkur sjálf. Já. Það er erfiðast að fyrirgefa sjálfum sér og það er erfiðast að elska sjálfum sér. Mér finnst það erfiðast að segja það, en það er bara þannig. Það er svoleiðis, já. Það er bara alveg satt, sko.
Þetta að því að þú nefndir að ritstjórinn hafi sagt eitthvað svona mannlega. Já. Þetta sé stór hluti af mannlega fræði í allavega í fyrirlutunum. Já, akkurat. Hvernig þú fjallar hvað er að segja? Eitthvað með hétt þetta ástarævintýri. Já, hinn ýmsu ástarævintýri. Já, stór og smá. Já. Þú nefndir áðan trú. Já. Það eitthvað svona ég segi stundum að ég svona kristin og svona eitthvað leiti var það bara svona vitsmunaleg afstaða, annars vegar að ég lifi í þessum heimi sem þessu heimi að ég verða að skilja kristina til þess að skilja menningararfinn. Já. En svo var það líka að ég bara til þess að ég veri ekki í miðja heimsins þá verið að setja einhvern annan þar, þannig það verið bara að vera Guð, svo ég trúði mér ekki þar. Já. En svo einhver leiti þá ég trúaður, þannig að ég hef með svona smá svona sans og það eitthvað svona annarkvort trúar þörf eða leit eða eitthvað svona grunur að það sé eitthvað sem að þú ættir að teygja þig eftir eða sem að bankar upp á seinna eða eitthvað. Hvað þetta sem akkur liggur þetta einhvers staðar? Jú, ég vil þetta koma inn á sko bæði þennan þú veist tala um tilgangin sko. Trúð, þú veist, hún þarf ekkert að vera tilgangur hjá fólki sko, en ef maður hefur haft trú og kannski svona missir hana eða þú veist já, að einhverju leiti. Hafðið þú trú og missir hana? Þú veist, ég hef farið gegnum þannig tímabil sko, og þannig að ég sko ég myndi ekki segja, ég ekki að fjalla um trú í þessari bók og ég vil ekki fæla fólk frá því að lesa þetta. En þú veist, það svolítið mikil hluti af lífi mínu að vera svona spiritual, skulum við segja, og í trúar þörf. Og já, ég hef alltaf, og bara sem barn var ég voðalega trú að barn þó enginn í kringum mig væri það og svona. Já, og alltaf verið mér leitandi í trúmálum. En líka bara, þú veist, að skoða þú veist, ég kristin sko, þá að skoða önnu trúabröð, bara svona sem ferðamaður sko. Já, en þetta það svona það loðir við einmitt, þannig að þú sensar það alveg rétt. Það svona, já. En á hverju heldur það sé að á hverju eru við að leita að einhverju? Er það bara að því að sko áður fyrir eða svona gegnum tíðina við höfum alltaf fundist það bara vera svo mikilvægt, þú veist, það getur ekki bara verið, þú veist, þessi ég, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað miklu stærra og öflugra en við litlum maurarnir hér og ég hef haft mikla þörf fyrir að trúa því að það sé eitthvað miklu sterkara og öflugra og fallera og þú veist, bara sjórinn sko er bara, ef þú horfir á sjóin einhvern veginn, þá finnur þetta afl sko. Og þetta ótrúlega sköpunarafl, það getur aldrei verið eins og eiginlega bara getur kift undan í fótunum bara getur verið og svo fælt þér eitthvað bara, þú veist. Já, þetta allavega sko hefur verið mín svona leið og leit rosalega lengi sko. Og og skipt máli, en ég hef oft ekki ég veit ekki, jú, ég alveg fann að tala um þetta sko, en oft fundist þetta eitthvað rosalega persónlegt sko. Trúin. Já. Og svona einhvern veginn flóknara að yrðana sko, þú veist. En við verum að gera það alveg eins og ástina og þunglindi. Já, algjörlega sko. Það margt sem eiginlega magnað með að við bókmyndirnar. Já. Hvað margt sem óorðað og ósagt. Annars væri náttúrulega búið að loka bókasafninu. Þyrfti ekki að bæta við. Ekkert meira komið. Ekkert meira að segja. Já, en það trúin jú. En svo það sem ég fannst kannski flóknasta að því að skrifum fátækt. Og það, þú veist, það eitt kapli sem ég segi frá því sko, að það hefur verið svona skömm í lífinu mínu. Já. Eða þú veist, ekki skömm í lífinu. Það var skömm sem ég fann, sem ég, þú veist, þurfti svolítið svona að létta af og það var eitthvað svona tabu fyrir mig allavega að ræða það sko. Fátækt á fullorðinsárum? Já.
Það náttúrulega margir sem eru í þessi stöðu, tala ekki fólk sem með svo kallað menningarkapital, að það getur ekki horfst í augu við þessi fátækt. Því það alltaf á leiðinni. Já. Þetta bara tímabundið ástand, sko. Já. Og svo finnst manni líka eins og maður megi ekki að því að auðvitað hefur maður það rosalega gott og í samanburði við allt mögulegt en þetta samt bara staðreind, sko. Og Ég held að það sé algengt hjá fólki sem með svona menningarkapital og getur tengst inn í betur sett hópa eða upplifir sig ekki algjörlega á botninu í samfélaginu, að það svolítið blind fyrir efnaðslegri fátæktinni. Kannski vill það bara ekki horfast í augu við það, kannski það því að þú getur haft draumum að slá í gegn sem rithöfundur þannig að þú myndir þá hætta að vera fátæk. Eða einhver slíkt sem ég það vilja enginn vera fátækur, sko. Nei, það rítlingum. Já, það ekki þrán eins. Þannig að auðvitað alveg eðlilegt að reyna að bæja því frá. Já, horfast ekki í augu við það. Ég er blöng. Já. Ég er ekki fátæk, ég er blöng. Já. Tímabundið ástand og svo bara þetta tímabundið ástand orðið svolítið langu tími, sko. Já. En svo æskuvinur minn þegar hann var að drekka sig í hel, hann sagði ég er ekki alki, ég er svona vínó, sagði. Ég vissi þessu margir í þessari stöðu sem að segja ég er ekki fátæk, ég er bara svona blöng. Nei, svo er maður líka hræddur við að vera alltaf staðfesta hluti með því þú veist, eins og ég er þunglind og þá verð ég það og þá er það orðið að mér, ég er fátæk, eitthvað, þetta, að því maður þetta svo miklu allt annað en það, sko. En krafturinn í játningabókunum ætti einmitt að vera að ég hef orðið fyrir áföllum, en ég bara er samt. Já. Ég hef verið fátæk og ég er samt eitthvað. Og ég er samt sigurvegari. Það er eiginlega menningabildingi stóra. Já, einmitt. Og líka bara það svolítið að stinga á kýli, sko, að fá bara gröftin út og mögulega Ég er hommi, hvað er það? Já. Það náttúrulega alltaf þessi út úr skápnum. Menningabilding það, sko. Hreinsa sárin. Ég segi þannig einum kafla sýndu sárið. Já. Við erum öll með þau, sko. Og það allt í lagi. En það stundu fundið að því og hefur verið fundið að því með höfunda að þessi að tala mikið sjálfa sig. Já. Og sín sár. Já, akkurat. Helvítið að Guðbjörgu gerði það nú árið. Hann gerði það vissulega, hann var svakalegur í sinni gagnrýni. Hugsaðu það þegar þú varst að segja? Já. Það verið sumt. Eitthvað sem ekki í bókinni sem hún skrifaði? Já. Út af þessu, sko. Sem var í Too Much. Ég náttúrulega, þú veist, vann þessa bók alveg tætlur, sko, þannig að það svona margt sem fór ekki inn í hana og hreinsaði. Þessum ástæðum? Nei, en ég náttúrulega mjög meðvituð þessa umræðu, sko, að einhverja sjálfhverfu pælingar, sko, þú veist. Og það, þú veist, svo umræðu má alveg vera. Það allt í lagi, sko. Og ég man, því ég las Knausgard, mín kamp, og fyrir að fyrsta var þetta bara rosalega flottu texti, og magnaðu texti sem sogaði mann til sín, en ég var rosalega mikið að veltaði fyrir mér, hvað er hann að gera? Hvað er hann að gera? Og það sem ég fannst hann vera, í staðin fyrir að birta sjálfan sig, og birta líf sitt, hann vera ekki öfugt, sko. Verið einhvern veginn að eyða því. Já, eða þú veist, með hverri, þú veist, þetta var alltaf bara mörg bindi og með hverri setningunni, og þetta var svo dítilerað, sko, að þá hann bara að fara lengur og lengra frá þessari persónu. Og meðan þannig það einhver svona eyðingamáttur líka. En ekki bara vegna þess að við erum náttúrulega sjálfstæðar veraldir og þegar við deyjum að þá verður heimsendir. Því að við byggjum upp. Já. Og hann skrifar eiginlega bara allt, nú er því að skrifa bara alla þessa veröld sem ég er. Og þannig að því meira sem hann skrifar, að þá er eiginlega sko sjálfið eða einstaklingurinn eða hvað þetta er, verður alltaf, hann skrifar heiminn sem hver maður er og þar alveg hann ekki sem einstaklingur í heiminum eða hvað. Ætti þetta ekki við hann? Ég skal ekki segja hann, sko, en mér fannst það bara svo, ég var svo mikið hugsi yfir þessu formi, sko, og það nú mín skoðun að þú veist, þegar mann heldur alltaf einhvern veginn sé að
höfundurinn sé að birtast, ekki bara í svona bókum heldur en bara yfirleitt sko. Það er náttúrulega alltaf verið að tengja höfunda. Þetta kemur úr hausnum á okkur við ein verk sko. Þú veist, og hérna, já, hvað ætlaði að segja, já, einmitt, og þú veist, þannig að ég held að sko að það sé, þetta sé miklu meira það að höfundur hverfi þarna heldur hann að sé að verða svona ljóslifandi á síðum bókarinnar sko. Það er kannski misskilningurinn hana, þú veist, að já, núna skil ég þið svona vel, nú sé ég þið svona vel, ég vissi ekki af þessu, en það er sko tálsýn, vil ég meina. Já, en svo að því ég er hérna hinum megin við miðjuna, já. Þá gerist það líka með aldrinum að maður svona svolítið hverfumaður sko. Já. Það svona, kannski þegar maður var yngri að þá var maður hann upp á sviði, var höfundurinn að leikritinu og lék og var leikstjórinn á fremsta bekk og svo bara byrjaði maður að svona hverfa aðeins og byrjaði vill ekki vera gaggrínandinn líka þannig og svo endaði maður eitthvað starf á 14. bekk og bara horfa á þetta og er eiginlega alveg frjáls frá þessu leikriti sko. Það er gott. Mér það frábært. Já. Að hverfa bara inn í hljótið aftur. Já. Kannski aðeins frá þessu mikla egói sem við erum alltaf með náttúrulega, við komumst ekkert frá því sko. Þegar maður eldist þá hefur maður miklu freka bara að horfa á sig í einhverjum aðstæðum þannig að maður sé einhvern veginn eins og að maður þurfa að gera eitthvað við það sko. Já, það er alveg ef svo er sko, að þá er það mjög gott sko. Og já, það er mjög skrítið sko, eða þú veist, ég var að hugsa að því nú, þú veist, þegar ég var að skrifa þessa bók, þá skrifaði ég náttúrulega bara svona brot og svo hélt ég bara, horfði bara næstu stiku, ljóstiku áfram og svo lítið náttúrulega tilbaka og þetta eru þetta bara eins og kvikmynd sem ég horfði á, þú veist, þetta er margt af þessu sko, bara kvikmynd sem ég horfði á og bara, þú veist, horfði kannski svolítið bara oft á hana eða eitthvað, en hún er einhvern veginn svo rosalega fjarri mér sko. Þú veist. Já. Herðu, en það er fólk að skrifa hana og sumir láta mikið með hana. Þetta er ánægilegt. Já. Þetta er ánæg með aðeins ég vil láta hérna viðtalið snúast upplifun höfundarins og viðtökum bóka sinna og kvíðan fyrir því. Já. Þá er það náttúrulega hluti af þessu að sérstaklega þetta er játningabók. Já. Og af því að þú ert að opinbera eitthvað, að þá fylgir því svolítið svona, þú veist ekki alveg fyrirfram hvernig fólk tekur þessu. Nei, maður veit það náttúrulega aldrei. Eitt sem maður kan segja, þú veist, það er ekki meiri kvíði fyrir bóka þessum toga, heldur en öðrum bókum sem ég skrifað. Það er bara alltaf rosalega berskjaldandi, svona fragile að gefa út skáldskap og bara list. Þú veist, fólk gefur allt í þetta. Og það er alveg saman hvort að skrifa þú veist, eigi reynslu ekki. Þetta er allt reynsla, þú hefur oft verið sagt, skáldskapur er reynsla. Bara spurning hvernig. Kannski sérstaklega ef þú ert að skrifa eitthvað sem er á einhver svona jaðri, þar sem þú ert að reyna að vera eitthvað. Já. Það var nú, satt við mig þegar ég var ungur blaðamaður, að það var eldri blaðamaður sem sagði að sá blaðamaður sem er ekki með í maganum að með að vera að prenta blaðið, hann hefur ekki staðið sér vel. Það var svona hugmyndun að það verður alltaf á tánum. Já, einmitt. Ég veit ekki, alltaf, mér finnst þetta alltaf að vera mjög skemmtilegt en leið líka alveg bara, svona líka alveg, bara guð minn almáttugur, af hverju er mann að þessu? Og ég svona, veit ekki hvort ég mælinu sinni með því, sko, að fólk skrifi nema að verða að gera það. En þú veist, þannig að mér finnst sko auðvitað er mann alltaf, þú veist sem höfundur, vill fá umræðu og einhver skilji mann, bara skilji hvað maður er að gera. En ekki verður rík af þessu? Jú. Nú, eitt sem ég þarf að segja er, nei, það er kannski svolítið flókið mál. Þetta er glötuð svona karriérákvörðun að verða rithöfundur. Já, ég var alltaf svolítið léleg í þessari deild þarna, fjárhagsdeildinni. Já, markaðsdeildinni. Já, þetta er þú færði eiginlega sáralítið fyrir þetta, sko. Já. Og tímakaupið er undir 40 krónum á tíman. Einmitt. Eitthvað svoleiðis. Eða ekki? Já. En ég fengi listamannalaun, þannig að ég, þess vegna hef ég getið skrifað hana. Já, en ég ætlaði bara að spyrja Sofíu sem var barn og ákvað að vera rithöfundur. Já. Að ef þú hefði séð það fyrir þér, sko, hvað þetta er mikill barningur og mikið vesen.
hefurðu viljað segja við, hefurðu kannski hlegið með hinum fullorðna fólkinu? Já, fullorðna fólkinu, já, sem fór að hlæja þegar hún sagðist alltaf að vera rithöfundur. Nei, ég hefði alveg hvatt hann áfram, sko. Og eiginlega bara, einmitt frekar sagt við hann að ekki að efast svona mikið, ekki vera, þú veist, já, að standa betur bara með sjálfum sér, sko. Að því að auðvitað það hluti af þessu ferli að efast, sko, og efasemdir í allir listsköpun, en það geta nú stundu orðið einum of, sko, líka. Efasemdir allt í tilverunni, sko, og þar með þetta. En við erum á litlu málsvæði og deyjandi fjölmiðlar og lítil gagnrýni og lítil bókmenntaumfjöllun. Þetta rosalega lítið svæði sem við erum á, alveg svakalega lítið þegar kemur að bókmenntum, sko. Þetta alveg bara... Það hlálegt að Kiljan sem einhver sjónvarpsþáttur skuli vera mesta bókmenntaumfjöllun. Já, maður fegin að sé þó eitthvað, en skilur það bara, sjónvarp getur ekki lifa nema að byggja á öflugum blöðum og tímaritum. Sjónvarp eitt og sér verður aldrei, getur aldrei gert neitt, sko. Þannig að einhver leiti þetta veikur heimur. Menninguna, já, en þú veist, þetta mjög flókið að kemur af skáldskap, og eða bara bókmenntum öllum, sko, en sérstaklega, sko, að því að, þú veist, þetta maður í einhverju ákveðnu senru, þú veist, ég ákveðin tegund af höfundi og þetta svo fáir sem fyrir að fyrst að lesa og kannski lesa svona bækur og þú veist, þannig að þetta alveg bara fíldirska dauðans, þú veist. Fáir að lesa svona bækur, hvað eru það margir? Ég veit það náttúrulega ekki, sko, þú veist, og ég, þetta vonar mann alltaf svona að, þú veist, að mann skrif náið til fleiri, þú veist, en ég held að þú veist, almennt sé það sem ég hef verið að skrifa hafa ekkert verið í miklum fjölda, sko. En já, þú veist, það var ein bók mín var þýdd í Frakklandi og þá fann maður svo mikið fyrir hvað þetta þú veist, hvað maður í rosalega litlu búblu hér, sko. Og þá, þú veist, jafnvel ljóðræn skáldsaga, þú veist, hún nær þó allavega, þú veist, til nokkur þúsundar, þú veist. Sálna. Já, þú veist, vonandi. Já. Þannig að, en ég minna, þú veist, maður verður bara að gera sitt. Það held ég fyrir bestu að hver og einn, þú veist, að þú fáist við fjölmiðla, ég held það. Þú gæti gert það náttúrulega, en þú veist, þú til að vera góður í því starfi. Ég trúi ég að maður ákveði bara mótana hvað maður ætlaði að vera í dag. Já, það finnst mér nú gott. Nei, ég trúi það. Það er svona svolítið hugrakkur, kannski. Nei, ég var eitthvað að hugsa þegar ég var að lesa í bókinni þinni, einmitt þetta. Og það náttúrulega eins og með sónlinn. Já. Og það annarkvort verðumaður eitthvað sem að sömuleyti svona örlaga þráður í sambandi við þig að vera höfundur. Og þú skrifar son þinn eins og þessi örlög hann hafi verið í vitlausu líkama. Þannig ég fór eitthvað að velta fyrir mér af því að, þú veist, kannski það svoleiðis, en kannski við bara alltaf að ákveða hvað Jú. En svo bara ákveðu á tímanum, þú veist, að þetta sé eitthvað sem ég get ekki annað. Já, einmitt. Og svo stundum það þannig að maður bara það sem maður ég bara það sem ég búin að gera. Já, einmitt. Nei, þú veist, ég veit aldrei, þú veist, ég veit ekkert hvort ég skrifa neitt meira, þú veist, mér líður alltaf svona, mér svo tóm, sko, og ég ekki hugmynd kannski þetta bara síðasta sem ég skrifa. Þetta ekkert meira í hug? Nei, kannski ég bara búinn. En þannig líður mér alltaf eftir þessar hverja bók, sko. En þetta alveg það sem ég elska að gera leið og líka erfiðasta sem ég veit, sko. Að skrifa, já. Mér finnst alveg rosalega gefandi og líka alveg svakalega svona blóðtaka. Ég bara alltaf verið í blóðbankanum, sko. Og umfram það að maður þarf bara mikla einbeitingu og getur orðið þreyttur á eftir. Það eitthvað meira það? Já, meira það. Að þetta tengist inn í svona sem kallað sálarlíf eða tilfinningar.
af því þú ert að vinna með sjálfið, áttu við það? Ekki bara það, en jú, líka sko. Akkur er það svona átaka mikið? Það er flókið og erfitt að skrifa góðan texta, eða bara texta skiluru, og líka hafa seigluna í það og að hafa, þú veist, eitthvað að segja. Seigluna í því að geta skrifa góðan texta eða seigluna bara við að skrifa góðan texta? Bæði bara, þú veist, seigluna bara við að halda áfram, þú veist. Það tekur mörg ár og þú veist, og halda þessu áfram og það er engin að biðja þetta sko og það er engin að sérstaklega hvetja þig áfram með það, skilurðu? Er því að fjalla svona röddina, að finna röddina? Bara röddina svolítið mikið, jú, svona röddin, þú veist. Þú veist að tala skrifa góðan texta, áttu við það að finna eigin rödd sem gagnast manni til þess að geta skrifa góðan texta? Eða varst að tala að skrifa góðan texta svona sem fyrir utan röddina? Nei, kannski svolítið í röddinu, þú stílinn, þú veist, að ef þú ætlar að fylgja þinni rödd, þínum stíl, þú veist, það er ekkit, þú veist, maður sest ekki bara niður og framleiði það. Það kaupir þetta ekki í kaupfélagi? Nei. Þannig að, já, ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því, sko, að það sé Þetta er en maður velur þetta samt sjálfur sko, þannig að þetta er skrifað af, ég veit ekki hvað að segja með þennan stíl. Hann er hversdagslegur, hann er ekki upp þaninn. Nei. Og hann líður áfram. Ég er svolítið viðkvæmur fyrir þessu, suma höfundar get ekki lesið því mér finnst það bara, það sargar einhvern veginn, ég held að þessi tengist bara æðaslættinum í mannið eitthvað, hvort að sko, hvernig texti líður. Já. Og mér finnst þessi líða bara mjög vel, kom mér óvart hvað það var svona, ég myndi alltaf ekki að segja fallegur en ég laði mig eftir ít annað í hug sko. Fallegur texti. Já, takk. Hann er ég er alveg, þú veist, ég vinn texta mjög svona Fúsar mikið? Já, gerir það, náið og leið er mjög mikið hægt að fara samt svona í fyrstu, svolítið bara á innsæðinu og áfram en já, ég gerir það. Ég hreinsa mikið til og svona, það er mikil vinna í því. Og ég er mjög svona, já, ég elska svona fallegan texta og eitthvað sem hillar og seiður og án þess að maður viti beint af hverju. Það er alltaf það sem hillar mig í annara textum, sko. Og ég stæði stundum erfitt að finna það, sko. En þegar það gerist, þá alveg elska ég það, sko. Þannig að já. Herru, Sofía, til hamingju með bókina þína. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur svona mitt sumar. Einmitt. Það er svona hugmyndin, svona lokin á þessar svona sumarþáttur sem við höfum haft á Samstöðinni og ég þakka Maríu Lilju og Sigurðinu Magnúsi fyrir að segja með mér fréttir fyrir í kvöld og taka viðtöl og bóði reynir sinni fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem að hafið verið að hlusta og horfa og ég geri það ofta, ég minn ykkur á að það voru þið sem að byggðu upp dreifikerfi Samstöðuna bara með því að segja vinum og vandaminu frá efni sem ykkur líkar og þá finnur fólk efnið okkar á Facebook þar sem við erum með síðu Samstöðunar og á YouTube undir nafni Samstöðunar, öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar líka einstakra þátta eins og Rauðaborðsins. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu sem næst alveg upp í sunnanvert Snæfellsnes, langt upp í Borgarfjörð, upp á Litlu kaffistúð út á Reykjanestá. Þar eru númer 89,1 á FM, en það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann fyrir utan það svæði, alls það sem er net, spilarinn.is á netinu, en spilarinn líka app sem að mann hlaða niður í síman og þá getur hlustað á Samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki. Það er verið númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, 18 árs hring, samfélagsumræði við þetta Rauðaborð og í öðru þáttum Samstöðunar. Sjáum til með það. En það sem að drífur Samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það er fólk sem að borgar hér áskriftargjald í hverju mánuði sem að gefur okkur afl til þess að halda út í Samstöðinu og jafnvel byggja hann upp. Ef þú vilt slást við þennan hóp til Samstöðu sem mikilvæg í íslensku samfélagi, að þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðu.is, það er happi sem stendur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2750.
þú mátt borga meira og vilt og því sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En eins og ég sagði áðan að þá þetta svona síðasti sumaþátturinn í bili, við ætlum að taka aðeins hlé og undirbúa okkur undir næsta season eins og sagt í Ameríku og þá byrtust við eftir verslunarhelgi og þá erum við búin að finna svona fast forma á fréttirnar sem vorum að leika okkur að í sumar og það munir líka margir nýjir þættir verða til þá ef við höfum allt til þess. En takk fyrir bili og góða helgi og gott sumar og sjáumst eftir verslunarhelgi.